Góðan daginn og verið þið velkomin á þennan sameiginlega fund borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna sem haldinn föstudaginn 11. júní 2021 í Ráðhúsi Reykjavíkur og hefst núna klukkan 15:03. Fyrst myndi ég vilja bara byrja á því að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin og það er gaman að hafa ykkur hérna hjá okkur og ég vona bara að þið muni hafa gaman að því að prófa að koma hérna, prófa pontuna, prófa að flytja ræðu, takast kannski aðeins á við okkur ef svo ber undir og vonandi bara, hvað segir maður, verður þetta eitthvað svona vísbending að það geti alveg verið áhugavert að stunda pólitík og skoða það í framtíðinni. Öll byrjuðu við einhvers staðar og við vorum öll grunnskólakrakkar í 10. bekk eða 9. bekk áður en að við komum hingað. En fyrst ætla ég að bjóða velkomin í pontu borgarstjóri Reykjavíkur Dag B. Eggertsson sem ætla að segja nokkur orð. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna. Það er alltaf gleðilegt að vera með ykkur á þessum fundi og við erum bara óvenju glöð núna vegna þess að við höfum sjálf ekki geta verið mikið saman á fundum, hvorki hérna í annar staðar undanfarið ár. Venjulega kemur borgarstjórn saman hálfsmánaðarlega í þessum sal, en við höfum meira eða minna þurft eins og aðrir að hafa þá fundi á fjarfundum á meðan á heimsfaraldrinum hefur staðið og fundurinn okkar með ungmennaráðinu fyrra var með blönduðu sniði vegna fjöldatakmarkana og við vorum að ýta þessum fundi áfram einmitt í þeirri von að við gætum hist öll og ég er mjög ánægður að það tókst. Þetta er svolítill hátíðarfundur líka vegna þess að þetta er hvorki meira minna en í 20. skipti sem að það er haldinn fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna og borgin eitthvað sem við getum öll verið stolt af, reið á vaðið með fullt af tilraunaverkefnum í ungmenna lýðræði meðal annars Reykjavíkurráðið og þessa reglulega fundi. Það eru forréttindi fyrir okkur sem erum í borgarstjórn að fá tillögur ykkar og málefni sem þið viljið setja á dagskrá, liggur á hjarta og viljið koma á framfæri við borgarstjórn. Og ég held að sagan sýni það ótvírætt að þau mál sem eru sett hér á dagskrá, að þetta er svolítið eins og þegar maður hendir stein í vatn, að gárurnar halda áfram og þau mál sem hafa verið rædd hér kannski fyrst koma síðar meira og meira inn á vettvang borgarstjórnar þegar fram líður. Þetta eru fundir sem eru auðvitað hugsaðir sem ákveðin þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum en líka bara í opnu og góðu samtali sem allir hafa mjög hollt af. Lýðræði er aðferð og í raun svolítið flókið safn alls konar tækja sem við notum til þess að ákvarðanir sem teknar í samfélaginu séu betri. Og lýðræði er þess vegna ekki bara eitthvað stjórnkerfi sem segir til það hvernig vald dreifist, heldur líka í mínum huga aðferð. Og lýðræði sem aðferð gengur einmitt út á ekki bara samtalið, heldur líka hlustunina. Og þess vegna er mikilvægt að því sé haldið til haga til hvers þessir fundir eru. Þeir eru ekki bara til þess að flytja þér tillögur, heldur til þess að þær fái ítarlegri umfjöllun inn í einstökum nefndum og ráðum. Og við höfum haft þann háttinn á undanförnum árum að framsögumenn hafa fylgt þeim eftir á viðeigandi og viðkomandi vettvangi. Starf ungmennaráða er stolt borgarinnar og til þess ætlað að raddir ungs fólks skili sér markvisst inn í ákvörðunartöku borgarinnar. Það er síðan ábyrgð okkar að taka boltann og þá er ég ekki bara að tala við þá sem er í meirihluta heldur líka alla sem að sitja í ráðum og nefndum borgarinnar og embættismenn sem undirbúa málin til ákvörðunartöku. Vinna þeirra sem er í borgarstjórn snýr í grunninn að því að þjóna og vinna betri borg og í því felst að hlusta og vera vakandi fyrir bestu hugmyndum sem að ná því markmiði.
Og ég ætla bara að slá því föstu þó að umræðan sé ekki hafin að þessar tillögur sem að liggja fyrir fundinum í dag sýna sannarlega hversu meðvituð þið í Reykjavíkurráðinu eru lýðræðisleg vinnubrögð, mikilvægi gagnsæis og gagnvirkra samskipta og þeir málaflokkar sem að þið lyftið eru lykil málaflokkar núna og til framtíðar. Við erum að tala mannréttindi, loftslagsmál, efla fræðslu forvarnir og alls konar ofbeldi, líkamlegt, andlegt og stafrænt, sem hluti af daglegum veruleika sem þarf að fjalla og bregðast við. Þið óskið líka eftir því að afgreiðslutími þeirra tillagna sem ungmenni leggja fram hér á sameiginlegum borgarstjórnarfundi sé styttur og að upplýsingar úrvinnsluferðir verði aðgengilegra, sem að mér finnst bæði góð og tímabær tillaga og undirstrika þann skilning á hlutverki ungmennaráða sem í raun má segja þið sækja til ykkar samnemenda. En ég held að sé áður en við hefjum leikinn, ef svo má orðið komast, rétt að fara aðeins yfir tillögurnar sem að bornar voru upp síðastliðið vor. Fyrst það tillaga Emblu Maríu Möller Atladóttur, fulltrúa ungmennaráðs Grafarvogs, þar sem óskað var eftir innleiðingu skyldunáms í fjármálalæsi í grunnskólum, eigi síðar en á haustmisseri 2021. Skóla- og frístundafulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lögðu fram breytingatillögu þar sem lagt var til að skóla- og frístundasvið hvetti skólastjórnendur og kennari í grunnskólum til að efla kennslu í fjármálalæsi á öllum stigum grunnskóla frá með haustönn 2021 og nýta öllu tækifæri sem gefast í skólastarfinu til að sinna þessum mikilvæga þætti til að búa nemendur undir líf og starf. Og ég skemmst frá því að segja að tillagan svo breytt var samþykkt. Saga María Sæþórsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða lagði til að auknu fjármagni yrði veitt til grunnskóla og félagsmiðstöða til þess að hægt sé að auðvelda aðgengi barna og ungmenna að fríum tíðavörum frá með hausti 2020. Skóla- og frístundafulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lögðu fram breytingatillögu þar sem lagt var til að fríar tíðavörustaðir til boða í grunnskólum og félagsmiðstöðvum frá með hausti 2021 og vísað var í tilraunaverkefni sem hafði verið í gangi í 2 skólum og gefið jákvæða raun. Svo breytt var tillagan samþykkt. Tillaga Nadíu Lóu Atladóttur, fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða aukna fræðslu fólk á flótta var samþykkt að vísa til fjölmenningateymi skóla- og frístundasviðs og að unnið yrði áfram með ungmennaráðina útfærslu þess. Og með afgreiðslunum var lýst fullum stuðningi við þau sjónarmið sem komu fram í tillögunni. Fjórða tillagan var tillaga Aldísar Lóu Benediktsdóttur, fulltrúa ungmennaráðs Breiðholts að fjármagn verði tryggt til að ungmennahús verði starfrækt í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 18 ára að danskri fyrirmynd. Hún var ekki samþykkt en menningar, íþrótta og tómstundaráð þakkaði þó sérstaklega fyrir þessa metnaðarfullu tillögu en benti á að hitthúsið þjónaði umræddum aldurshópi auk þess sem mikið framboð félagslífi sé í framhaldsskólum borgarinnar. Vegna óvissum kostna og eftirspurn væri ekki hægt að fallast á tillögun en áréttað að fylgst yrði með þörf fyrir umræddan aldurshóp og hvort þörf sé á að Reykjavíkurborg kæmi að slíku húsi eða húsum. 5. tillagan var frá Karin Gudesen, fulltrúa ungmennaráðs Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða sem lagði fram tillögu að tryggja aðgengi félagsmiðstöðva íþróttahúsi í öllum hverfum borgarinnar. Íþróttabandalag Reykjavíkur hefur haft þetta erindi til meðferðar en til margra ára hefur íþróttahreyfingin og almenningur haft afnot af tímum í skólasölum frá því skólastarfi lýkur og fram að kvöld. Að einhverju leyti segir hér hægt að samræma óskir tíma og það verður reynt að gera með tilliti stundataflna hverju sinni. 7. tillagan var frá Brynjari Braga Einarsinni, fulltrúa ungmennaráðs Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða sem lagði fram tillögu aukna fræðslu loftslagsmál fyrir kennara í Reykjavík til að nýta í kennslu og lagt til að stofna
starfshóp sem samanstendur af fagmönnum og ungmennum sem vinnur að því að fræða kennari í grunnskólum Reykjavíkur loftslagsmál með það markmið að þeim muni nýta þá vitneskju í eigin kennslu. Ráðgert að taka tillögu kennslu loftslagsmál fyrir kennarinn á næsta fund skóla- og frístundaráðs 22. júní næstkomandi. Þegar búið að vinna ákveðna undirbúningsvinnu, svo sem að fá umsóknir frá umhverfis- og skipulagssviði og miðstöð útivistar og útináms. 7. tillagan frá Báru Katrínu Jóhannesdóttur, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta, en hún lagði fram tillögu aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og ungmenni frá og með hausti 2020 og sameiginlegum fundi mannréttinda, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og skóla- og frístundaráðs í júní í fyrra var samþykkt að stofna starfshóp kynja- og hinseginfræðslu til að meðal annars kortleggja kennsluefni, þekkingu og þarfir varðandi kynja- og hinseginfræði í leik-, grunnskóla- og frístundastarfi og var tillögunni vísað áfram til starfshópsins. 8. og síðasta tillagan var frá Regínu Bergmann Guðmundsdóttur, fulltrúi ungmennaráðs Kjalarness að skóla- og frístundasviði verði falið að innleiða sjálfsvarnarkennslu á unglingastigi í alla grunnskóla Reykjavíkur, annarkvort sem sérkennslugrein eða sem hluta íþróttakennslu eigi síðar en á haustið 2021. Þessi tillaga til meðferðar hjá ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkurborgar en verður væntanlega afgreidd á næstunni. Þessi svör endurspegla að ungmennaráð hafa verið öflug við að fylgja eftir tillögum sínum. Þær eru rýndar, aðlagaðar í sumum tilfellum og hljóta ítarlega skoðun, bæði meðal embættismanna og borgarfulltrúa. En við erum ekki síst saman hér komin til þess að fjalla nýjar tillögur sem frá ykkur koma í ár. Það alltaf mikil eftirvænting og ég veit ég tala þar fyrir mun allrar borgarstjórnar að hlusta á þær, fá þær fram og eiga í rökræðum hér á fundinum og í framhaldinu. Ef ekki bara segja góða skemmtun. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta. Góðan daginn. Ég heiti Bára Katrín og ég nota fornafnið hún hana. Háttvirtur forseti borgarstjórnars, borgarstjórnarfulltrúar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir gestir sem hér sitja. Síðan 2001 eða 20 ár höfum við ungmenni fengið tækifæri á því að mæta hér niðri í Ráðhús og leggja fram tillögur til að betrumbæta samfélagið og Reykjavíkurborg fyrir unga sem aldna. Tillögur á við loftslagsaðgerðir og að gera við gangstéttir hafi verið lagðar fram og hluti þessara tillaga framkvæmdar. Hefðbundið ferli tillagana líkt og þið flest öll vitið. Að fyrsti tillagan flutt, síðan vonandi samþykkt, send áfram til þess ráðs eða nefndar sem tekur við, eða jafnvel send til þriðja aðila. Það ferli tekur sinn tíma og við ungmennin fréttum ekki af stöðu tillögunar fyrr en hún tekið fyrir í því ráði eða nefnd sem hún var áfram send til. Þetta tekur marga mánuði og hefur stundum tekið allt að ári. Við áttum okkur á því að það mikið að gera hjá Reykjavíkurborg og að tillögur taki sinn tíma að fara í gegn. Oft lítur þetta þó út eins og við mætum með tillögu sem samþykkt og þá heyrum við ekki af stöðu hennar í fleiri mánuði. Við erum heppin ef stjórnandi ungmennaráðsins fær tölvupóst stöðu tillögunar. En við þessu veseni fundum við lausn. Hverfið mitt verkefni sem Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir í þó nokkuð mörg ár. Þar leggur þú fram tillögur til að betrumbæta hverfið þitt og svo kosið vinsælustu tillögurnar sem fara þá vonandi í framkvæmd. Á vefsíðunni getur þú séð hvar þessar tillögur standa, hvað sem kosningu lokið eða ekki. Þú getur skoðað allar tillögur sem hafa verið lagðar fram, þær sem hafa verið samþykktar og þeir sem hefur verið hafnað. Ungmennar Árbæjar og Holta ásamt öðrum ungmennaráðum Reykjavíkurborgar leggjur því fram þá tillögu að setja upp svipað kerfi í tengslum við þær tillögur sem koma fram á borgarstjórnarfundum líkt á þessum hér í dag. Það væri eflaust lítið mál að bæta við flipa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar sem fjallaði hvar tillögur ungmenna standa. Flest okkar hafa nú kannski pantað pítsu frá Dominos og við munum kannski eftir því að það hægt að sjá hvort það sé verið að búa til pítsuna, hvort hún sé í ofninum eða hvort hún sé jafnvel bara leiðinni heimtíðin. Okkur í ungmennaráðinu datt í hug svipað skipulag varðandi okkar tillögur
að sjá hvort hún sé í vinnslu eða hvort að framkvæmd hennar sé hafin. Starfshættir og seinagangur borgarstjórnar hafa hamlandi áhrif á ungmennaráð og það óþolandi að ungmenni þurfa að bíða í óvissu framgang verkefna sinna. Við ungmenni viljum ekki að tillögur okkar gleymist, týnist eða sé jafnvel sópað undir teppi. Þetta mætti leysa á einfaldan máta og yrði ungmennum til hvatningar að sjá uppskeruna. Með bættu upplýsingaflæði og skilvirkari uppsetningu á hvernig framkvæmd tillagana stendur verður til aukin hvatning fyrir ungmenni til að taka þátt í umræðum og ákvörðunum, að láta í sér heyra og láta málefni sig varða. Við biðlum til borgarstjórnar að samþykkja tillögu okkar að einfalda ferli tillagna, að gera þess sýnilegri og aðgengilegri og hvetja þannig ungmenni til áframhaldandi þátttöku í lýðræði og borgarskipulagi. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sabine Leskop. Forseti og viðstaddir borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég gæti byrja því líka að þakka öllum fulltrúum ungmennaráða Reykjavíkurborgar, ekki einungis þeim sem sitja hér í salnum, heldur öllum fyrir það mikla vinnu sem ég veit að þeir leggja fram. Lýðræðislega þáttaka allra í samfélaginu, sérstaklega þeirra sem kannski hafa ekki alltaf sama röddina eða áheyrn, bæði dýrmætt og nauðsynlegt. Nauðsynleg undirstaða frelsisins, lýðræðis og mannréttinda. Og þetta á við í stóru samhengi, eins og við til dæmis sjáum núna í fréttum allt sem að gerast til dæmis í Hvíta-Rússlandi eða Ungverjalandi, þar sem við sjáum árás á tjáningarfrelsi, á lýðræði, á mannréttinda og í okkar nærumhverfi. Því þarna byrjar þetta allt saman. Og þessi fyrsta tillaga ykkar snýr einmitt að ykkar þáttöku í nærumhverfinu. Að ykkar rétti að fá ekki bara tjá ykkur, heldur að hafa alvöru áhrif. Mínar þakkir til Báru Katrínar Jóhannsdóttur, fulltrúi ungmennara Árbæjar Holta fyrir að flytja hér tillögu frá sínu ráði og ég vissum frá hérna í nafni ykkur alla, sem á erindi við öll ungmennaráðin og hún fór mjög vel yfir sitt mál hér. Tillagan gengur sem sagt út á að stytta afgreiðslutíma þeirra tillagna sem ungmenni leggja fram hér á fundum eins og þessum og að upplýsingar með úrvinnsluferli verði aðgengilegar. Tillögunni fylgir vel unna greinargerð, stutt laggott, það sem vísað til þess að hröð afgreiðsla og viðbrögð eru ótrúlega mikilvæg. Svo ungmenni upplifi að þau sé hlustað. Og það er einmitt tilgang með því að við erum saman hér í dag. Ef ungmenni upplifa að þetta sé bara sýndarsamráð og lítil áhugi að taka á málum, þeirra með fagmennsku og alvöru, það væri nú betra að sleppa þessu bara. Ég sjálf hef unnið lengi í hagsmunagæslu, ég innflytjandi og ég hef upplifað þetta kannski hvort tveggja, bæði hvernig það að vera svona meira þessi útlendingu til skrauts, en líka hitt að hafa virkilega áhrif og að hugmyndir þess sem ég kom inn með út frá mínu þekkingu og upplifun sem fólk kannski hinum en við bara hafði einlega aldrei dottið í hug, einfaldlega vegna þess að í einsleitu samfélagi og einsleitu stjórnun þá vandar oft sjónarmið þeirra sem ekki sitja við háborð alla daga. Ég skoði þarna verkefnisreglurnar sem skrifstofa borgarstjórnar hefur til að vinna með þessum tillögum, fundi og meðferð tillagna Reykjavíkurráðs ungmenna, en þessar reglur voru samþykktar árið 2015 og í tilefni 20 ára afmælis þessara fundarraða, en líka náttúrulega að það sé 6 ár þá síðan að reglurnar voru síðast endurskoða, þá eru alveg vel við hæfi að gera þetta núna, endurskoða fyrirkomulag, nú komin reynsla. Þarna svo sem skilgreind og þannig virkar stjórnsýsla, þarna skilgreind hver ber ábyrgð á hverju og hver gerir hvað og líka þarna rætt einhvern stöðufund. En ef þetta hefur einmitt ekki duga, þá þurfum við að endurskrifa þessar reglur og í stóru stjórnsýslu þá ég alveg samanlega eitthvað, það þarf að vera mjög skýrt hver ber ábyrgð fyrir hvað, kannski jafnvel einhver tímaramma, að við setjum okkur mælanleg markmið, hvenær eitthvað þarf að vera búið
og svo líka eftirfylgni. Það þessi hugmynd með pítsu sendi ekki bara komið núna, mér finnst það frábær. Ég var meira að hugsa svona umferðarljós með grænt, gult og rautt, en þetta kannski jafnvel betra og kannski í takt við hvernig við getum fylgt betra eftir. En ég hugsa grænt, gult og rautt af því að það myndi það segja okkur líka hvernig við erum ekki að standa okkur. Hvernig við erum að teygja hlutina og tefja og sem á bara alls ekki að gerast og hvar þetta þá Þannig að þess vegna legg ég til að þessari tillögu vera vísa áfram til forsætisnefndar, ég sit þar, og sem persónulega ósk við forsetann kannski að setja hana helst á dagskrá á fyrsta fund nefndarinnar eftir sumarfrí, svo unsi að leggja tillögu til úrbætu fram ekki seinna en janúar 2022 eins og óskað hér eftir í tillögunni. Einnig væri frábært ef Bára gæti verið með á þessum fundi, eða þá einhvers sem hún tilnefni til að taka þessa umræðu, hvernig nákvæmlega við getum breytt ferla til þess að tryggja að við komum til móts við það að stytta afgreiðslutíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, þá hefur óskað eftir að veita andsvar. Fellur frá orðinu? Ok, þá bara, ég minni á það, forseti minnir á það, að til þess að biðja að veita andsvar þá þarf að gefa forseta eða ritara merki meðan að ræðan ennþá í gangi. Þannig að í rauninni get ég ekki verið að veita undan þá frá því. En þið vitið þá öll af því að ef þið viljið veita andsvar við einhverju tiltekinni ræðu þá gefið þið mér merki og svona sjáið að ég taki eftir því. Ok? Ok, og heldur þú tekur það andsvar við Sabínu Leskov? Borgarfulltrúinn fer þá í andsvar, gjörðu það svo vel, og við tökum andsvar úr sætum og notum mikrofónuna sem við erum með þar. Forseti og kæra ungmennaráð, vildum við ekki hafa gaman eða? Þetta aðeins orðháttags. Ég var bara aðeins svo spennt og glemdi mér, en mér langaði kannski að segja Sabínu, því nú ég í andsvar við hana, en ég rauninni að tala til ungmennaráðana. Mér langaði að þakka fyrir þessa tillögu og ekki síst langaði mig að þakka fyrir þessa tákmynd að panta pizzu, af því að við erum hér og mér langaði að bæta því inn, og af því að við erum hér með þjónustustefnu, þar sem að við samþykktum hana fyrir 1,5–2 árum síðan, þar sem við erum sérstaklega að tala að taka alla ferla sem eru svona hvernig kerfið kemur fram við okkur þegar við erum að sækja eitthvað eða koma með tillögur eins og þeir eru hér að leggja til, taka það upp eins og lítinn prjónahnykil og rekja hann upp og byrja upp á nýtt að skoða hvernig við getum gert þetta betur út frá gegnsæi og gagnsæi og út frá þjónustu, út frá íbúunum sjálfum, og þess vegna langar mig að þakka ykkur fyrir þessa tákgrænu mynd að panta pizzu, því það nákvæmlega þannig sem við hugsaðum. Fyrirgeðu, ég skildi ekki beina þessu beint í þín, Sabína. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst tekur þá til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar og ágætu Reykjavíkurráðs ungmennafulltrúar sem hér sitt í salnum. Það er gaman að vera með ykkur hérna í dag. Mér finnst einhvern veginn verið eins og heil öld hafi liðið síðan að það var fundur með Reykjavíkurráði ungmenna. COVID hefur gert það að verkum, en við gleðumst öll að geta verið hér saman í dag og ég fagna því hvað þetta eru metnaðarfullar og flottar tillögur hjá okkur sem að liggja fyrir þessum fundi. Og ég þakka Báru Katrínu Jóhannsdóttur, fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta, fyrir hennar tillögu. Þetta er löngu tímabær tillaga. Við sem sitjum hér í borgarstjórn, við þekkjum þetta vandamál. Þannig að við deilum sömu áhyggjum og þið hvað verður tillögurnar sem við flytjum hér í borgarstjórn og við flytjum í ráðum og nefndum Reykjavíkurborgar. Oft vilja daga uppi og stundum hefur maður á tilfinningunni eins og þeim sé sópað undir teppi eða þær settar á svæfingadeildina, vegna þess að þær eiga kannski ekki upp á pallborðið hjá meirihlutanum. En ég þekki það líka, hafandi setið í skóla- og frístundaráði í alllangan tíma, ekki bara þessu kjörtímabili, heldur á öðrum kjörtímabilum, að það hafa komið mjög flottar tillögur og mjög nauðsynlegar tillögur frá Reykjavíkurráði ungmenna sem að manni hefði fundist að hefði átt að afgreiða bara samstundis eða mjög fljótlega,
en þær hafi svona dagað uppi og farið á milli kjörtímabila. Þetta ekki ásættanlegt og þetta svona vottur eins og borgarfulltrúi Sabine Leskopf kom inn á áðan, svona eins og sýndarsamráð. En þannig viljum við ekki hafa það og ég trúi því að þessi einlægur vilji okkar borgarfulltrúar, hvort heldur sem við sitjum í minnihluta eða meirihluta, að við viljum að tillögurnar ykkar njóti framgangs og það sé unni með þær. Við eigum ekki að sætta okkur við það að jafnvel þó að þær verði teknar til afgreiðslu að þið fáið þá ekki vitneskju það hvað varð þar. Sömuleiðis ef þær eru felldar eða ef þeim vísað frá að þið fáið þá líka upplýsingar það sömuleiðis. Þannig að ég styð þessa tillögu heils hugar. Ég sit í forsætisnefnd eins og borgarfulltrúi Sabine Leskopf. Tillögunni verður vísað þangað og ég heiti ykkur því að ég mun styðja þessa tillögu þar og mun fylgjast með því að hún fái þar framgang. Vegna ykkur vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst ykkur til máls Justína Kiskeviciūtė, fulltrúi ungmennaráðs Kjalarness. Afsakið, það rétt, ég biðst forláts. Það þarf að taka fyrir afgreiðslu málsmeðferðartillögu fyrst. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga tillögu Báru Katrínar Jóhannsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta. Það að henni sé vísað til forsætisnefndar til afgreiðslu. Þau sem eru fylgjandi því gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera, þá það samþykkt einróma. Og þá tekur til máls Justína Kiskeviciūtė, fulltrúi ungmennaráðs Kjalarness. Forseti borgarstjórnar, kæri borgarstjóri, meðlimur Reykjavíkurráðs, ungmenna og aðrir gestir. Ég heiti Justína Kiskeviciūtė og kem hér fram fyrir hönd ungmennaráðs Kjalarness. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þann vettvang sem að við í Reykjavíkurráði ungmenna höfum. Það ómetanlegt að vita til þess að hlusta sé á okkur ungmenni og okkar hugmyndum veitt brautargengi. Við á Kjalarness köllum eftir auknu fræðslu lýðræði, stjórnmál, stjórnkerfi, stjórnmálaflokka og stefnur. Við viljum að þessi fræðsla fari fram af hlutlausum aðilum í unglingadeildum grunnskóla borgarinnar. Ungmenni hafa aukinn áhuga á stjórnmálaþátttöku og fyrir Alþing Íslands liggur frumvarp lækkun kosningaldurs niður í 16 ára. Ef ungmenni 16 ára eldri taka þátt í vinnumarkaði þá hafa því ákveðnar skyldur eins og að greiða skatta og því eðlilegt að þeim fylgi ákveðin réttindi eins og til dæmis rétturinn til þess að ráða því hverju stjórna hvert sá skattpeningur fer og erum við því ötulir stuðningsmenn þessa frumvarps. Við höfum orðið vör við það í þeim hópum sem við erum í að ungmenni eru ósátt við það að fá litla sem enga fræðslu í skóla þessi málefni og að þau telji sig illa búin undir að gæta sinna hagsmuna. Ef að þessum verðum og til því til að okkar Kjalarnessinga svo að allir skólar í Reykjavíkurborg sem sinna kennslu á unglingastigi styrki fræðslu lýðræði og lýðræðislega þátttöku. Leggjum við til að borgarstjórn samþykkja að fela skóla og frístundasviði að hefja vinnu við innleiðingu náms á unglingastigi þar sem áhersla lögð á fræðslu lýðræði og lýðræðislega þátttöku í samstarfi við grunnskóla Reykjavíkur og miðað við að því að sú kennsla hefjist í öllum grunnskólum eigi síðar en haustmisseri 2022. Samkvæmt 29 KR Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur var á Íslandi árið 2013 markmið menntunar að hjálpa börnum að læra að rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni og á menntun að kenna nemendum að þekkja réttindi sín og virða réttindi annarra menningu þeirra á fjölbreytileika. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla einn af grunnþáttum menntunar, lýðræði og mannréttindi og tilgangur aðalnámskrárinnar að rækta með margvísum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrk geta einstaklinga í framtíðinni til þess að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þáttkendur í jafnræðis og lýðræðis samfélagi. Mennta þarf ungmenni til að þau geti beitt valdhöfum eðlilegt aðhald og samkvæmt aðalnámskrá
eru skólar einu stofnanir samfélags sem tryggt geta öllum kynslóðum tækifæri til að undirbúa sig fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi með því að þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum. Skólastarfi á því að miða að virkri þátttöku nemenda í lýðræðislegu samfélagi innan skólans og utan. Fjöldi nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgar af erlendu bergi brotinn og hefur því ekki aðgang að sömu rótgrónu þekkingu á íslensku samfélagi og aðrir nemendur eigi í forráðamönnum og sér eldra fólki innan fjölskyldunar. Viljum við því ítreka mikilvægi fræðslu lýðræði og stjórnmálaflokka. Krakkar eins og ég sem kom frá öðrum löndum þurfa á þessari fræðslu að halda og teljum við það eiga að vera hlutverk skólans og Reykjavíkurborgar að tryggja að við höfum aðgang að henni. Við teljum tillöguna okkar verða í anda menntastefnu Reykjavíkurborgar og viljum að fræðslan verði hlutlaus og með því muni allir græða á því, bæði nemendur á unglingastigi, starfsfólk skóla og borgaryfirvöld og komandi kynslóðir. Takk kærlega fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúinn lokið máli sínu. 2 fulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst það Embla María Möller Atladóttir sem hefur óskað eftir að veita andsvar. Gjörðu svo vel, þú notar þá, þú ert ekki með mikrofón. Jú, hún komið. Ég stend bara svona. Forseti, ég og aðrir sem eru hér staddir. Ég mjög sammála það sem Stína sagði, út af því að það ekki mörg ungmenni sem að gera sér grein fyrir hversu stórt hugtak pólitík og stjórnmál eru. Þau þekkja kannski bara skoðanir foreldra sína eða þeir sem eru næstir sér. Og eru við sem erum hér í Reykjavíkurráðinu mjög þakklátt fyrir það að hafa þekkinguna sem við höfum, en svo lítum við á samnemendur og við gerum grein fyrir að þeir viti ekki alveg jafn mikið. Þess vegna svona mikilvægt að hlutlaus fræðsla sé til staðar í grunnskólum, svo að þau geta myndað sér eigin skoðanir og eru ekki, ég ætla ekki að segja heilaþvo, en eru heilaþvo af foreldri sínum og eru bara svona copy-paste af foreldri sínum. Við viljum að við myndum okkar eigin skoðanir. Takk. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Kýs fulltrúinn að svara andsvari? Nei, ok. Þá veitir andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Bára Katrín Jóhannsdóttir. Íti bara á, í miðjutakan. Það stóð andsvar hér. Það eitthvað lygi á miðanum. Sæl, ég vil eindregið taka undir tillöguna hjá henni í Ístunni, því að af reynslu geti talað þegar við fórum í svokallaða stjórnmálafræðslu í mínum skóla, þá var þetta, við lærðum hugtökin, við lærðum ekkert flokkana, jafnvel þótt að við báðum sérstaklega það, hvað þýðir þessi flokkur, hvað stendur hann fyrir, megum við vita eitthvað þetta. Og það var sagt að það væri ekki við hæfi, að það væri ekki alveg, það bara verið alltaf ítsvið til hliðar eins og við ættum ekki að vita hvað þetta allt þýddi. Eins og við værum ekki orðin nógu þroskuð þegar við erum greinilega komin með þannig þroska, ef við erum komin með þroskan til að biðja fræðsluna, þá erum við líklega komin með þroskan til að fá að vita hvað fræðslan inniheldur. En ég segi sama, ég tek eindregið undir og vona að þetta gengur í gegn og þetta verði að einhverju sem komandi kynslóðir álíta eðlilegt. Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar. Vill ungmennaráðsfulltrúinn svara andsvari? Gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir þetta, að segja. Og ég algjörlega sammála bara. Þetta var í rauninni gert það sama hjá okkur. En já, takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, til hamingju með þennan fund. Þetta alltaf hátíðisdagur í okkar huga sem erum í borgarstjórninni og mætum hér svona hversdags tvisvar sinnum í mánuði, því að þessi fundur, hann bæði einstakur á hverju ári, en hann líka svona dæmi það hvað þetta skiptir allt miklu máli sem við erum að gera. Og
það er mikilvægt að muna eftir því því að það eru margir sem að gera það að sér að leika að tala niður stjórnmálin og stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka. En þetta fyrirkomulag að vera með lýðræðislegt skipulag eitthvað það dýrmætasta sem við eigum og við þurfum að passa vel upp á það og einmitt tryggja það að þið sem að eigið að erfa landið að þið fáið góða fræðslu og tækifæri og svigrúm til þess að mynda ykkur einmitt ykkar eigin skoðanir á þess að þurfa að þola mötun á heimilunum eins og hér var nefnt á það. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa góðu tillögu frá Ungmennaráði Kjalarness og tek heils hugar undir það sem kemur fram í greinargerð með tillögunni að það afskaplega mikilvægt eins og þar segir að ungmenni fái hlutlausa fræðslu stjórnmál, stjórnkerfið, stjórnmálaflokkana og fleira tilheyrandi þannig að þau séu betur í stakk búin að takast á við það áskorun sem að fylgir því að ganga til kosninga, velja sér kosti þar og gæta sína hagsmuna. Lýðræði og mannréttindi eru einn af grunnþáttum menntunar sem að í raun og veru mynda kjarnagildandi menntastefnu í landinu eins og hún birtist í aðalnámskrá grunnskóla og það leiðarljósið sem að skólarnir hafa hér í Reykjavík og annars staðar þegar þeir útbúa sína skólanámskrá og stundaskrá nemenda. Í dag samfélagsfræði hluti af stundaskrá nemenda á mið- og unglingastigi í grunnskólunum og stjórnmálafræðin ein af greinum samfélagsfræðinar ásamt til dæmis félagsfræði, mannfræði, hagfræði, sálfræði, kynjafræði og fjölmiðlafræði. Ég var svo heppinn að læra sjálfur stjórnmálafræði á sínum tíma hér í Háskóla Íslands og reyndar í Bandaríkjunum og get mjög vel mælt með því námi. Og það bæði mikilvægt og gaman fyrir okkur í skóla- og frístundaráði að fá tækifæri til þess að fara yfir það með ykkur hvaða leiðir eru bestar til þess að koma á framfæri við ungt fólk hlutlausi fræðslu stjórnmál, stjórnkerfi, flokkana, kosningar og lýðræðið. Þar eru alls konar möguleikar innan núverandi skipulags en það líka vel mögulegt að menn telji að það þurfi að stokka hlutina upp, koma inn með einhverjar nýjar áherslur og við höfum auðvitað möguleika á því. Reykjavíkur á ungmenna kannski besta dæmið í borginni vel heppna lýðræðisverkefni og borgarstjóri fór vel yfir það í sínu yfirliti hvað hefur komið gott út úr þessu starfi. Ég man eftir tillögum loftslagsfræðslu til kennara, móttöku barna með annað móðurmál en íslensku, ókeypis tíðavörur. Þetta allt tillögur sem hafa fengið brautargengi komist til framkvæmda og og munu hafa jákvæð áhrif til að bæta líf fólksins í borginni. Það mjög margt í gangi í lýðræðismálum í borginni og margt af því tengist innleiðingu barnasáttmálans eins og Jústína fór yfir. Þar mjög merkilegt verkefni sem heitir réttindaskóli og réttindafrístund sem að UNESCO hefur aðstofað okkur við að innleiða og það hugmyndafræði fyrir skóla- og frístundastarf sem tekur mið af barnasáttmálanum og miðar að því að auka virðingu, vernd og innleiðingu mannréttinda. Það eru núna 6 grunnskólar og 8 frístundaheimili og félagsmiðstöðvar sem eru orðin réttindaskólar og réttindafrístund, 4 í Vesturbænum og 2 í Laugardal og aðrir 4 grunnskólar og síðan frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru núna í innleiðingaferli að verða réttindaskólar á þessu skólaári. Það svolítið gaman að því að við erum að leggja lokahönd á að móta lýðræðisstefnu fyrir Reykjavík að í henni aðgerðaáætlun og í drögum að aðgerðaáætlun sett fram það markmið að 36 aðilar hafi komið til liðs við verkefni réttindaskólar og réttindafrístund fyrir lok árs 2024. Og talandi þessa lýðræðisstefnu í sömu aðgerðaáætlun sem að tengist henni talað einmitt það að auka lýðræðislega þátttöku og virkni barna, efla lýðræðisvitund og gagnrýna hugsun, til dæmis með því að nemendur eigi fulltrúi í öllum skólaráðum, það séu virk nemendafélög í öllum grunnskólum og nemendaþing séu haldin reglulega. Forseti ágæta Reykjavíkurráð og borgarstjórn, ég ítreka að ég fagna mjög tillögunni, hún fellur mjög vel að menntastefnu Reykjavíkurborgar eins og Jústína nefndi áðan, en það sjálfsefling þar einn af 5 forgangsþáttum og tillagan á skilið að fá vandaða meðferð í tengslu við þá lýðræðisvinnu sem að nú þegar fer fram í skólunum og í tengslu við lýðræðisstefnuna sem ég nefndi áðan. Ég legg til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari meðferðar og afgreiðslu og hlakka til að fá Jústínu og mögulega fleiri fulltrúa úr Reykjavíkurráði ungmenna inn á fund þar til þess að mæla fyrir tillögunni og ræða við okkur hvernig við sjáum best tryggt að markmið hennar nái fram að ganga. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Geir Finnsson.
nema ég hafi mist af einhverjum að biðja að veita andsvar. Ok, Geir Finnsson, gjörðu svo vel. Þú ert öruggur. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og kæra Reykjavíkurráð ungmenna. Ég vil þakka ungmennaráðsfulltrúnum Justína Kiskefur Sudde fyrir góða tillögu og vona jafnframt að ég hef borið nafnið rétt fram. Þessi tillaga sérstaklega brýn því vonandi stendur til að lækka kosningaaldur niður í 16 ár. Það er að segja ef þingheimur stendur sig, það er önnur umræða. En reynsla nágrannaríkja okkar hefur sýnt, auk rannsókna, að slík lækkun leiðir til aukinnar kosningaþátttöku ungs fólks. En það gengur einna helst upp samhliða skilvirkri fræðslu lýðræði. Hér á landi hafa verkefni á borð við Ég kýs einmitt stuðlað að aukinni þátttöku ungs fólks í kosningum. Það gerðist með sterku átaki sem snerist aukna fræðslu og umræðu stjórnmál og yfirvofandi kosningar í framhaldsskólum í Íslandi. Þannig hafa ungmenni í framhaldsskólum fengið beinan aðgang að öllum flokkum í framboði með nægum upplýsingum svo þau getur myndað eigin skoðanir en ekki fengið þær copy-paste frá foreldrum sínum eins og ágætur fulltrúi nefndi hér áðan. Þar af leiðandi tel ég mjög mikilvægt skref fyrir Reykjavíkurborg að taka af skarið og undirbúa farveginn að lækkun kosningaaldurs einmitt með því að stuðla undirbúningi ungs fólks til slíks. Þegar kosningaaldur lækkar mikilvægt að grunnskólar taki af skarið og tryggi viðeigandi fræðslu og undirbúning stjórnmál. Því þau eiga með réttu að þekkja það kerfi jafnvel og allir aðrir hópar vonandi betur. Á sama tíma virði ég það að slíka tillögu ber að undirbúa vel. Það er ekki nóg að bæta við fræðslu og kalla það gott og því styð ég að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundasviðs til frekari meðferðar útfærslu en ég bind ríkar vonir við það að af þessu verði. Þetta er mikið framfaramál og einmitt mun leiða til þess að okkar samfélag verði sterkara og betra í alla staði. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Fundinum hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs til frekari vinnslu. Þau sem eru því samþykk gefið þess merki og þau sem á móti kunna vera. Sú málsmeðferðartillaga er því samþykkt einróma. Takk til hamingju með það. Næst tekur til máls fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða, Björk Arnardóttir. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Flestum okkar sem hér eru þykir að sjálfsagt að hafa greitt aðgengi að vinnustað, skóla eða félagsmiðstöð. Ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og Bústaða hefur á starfsárinu rætt mikið aðgengismál í nærumhverfinu. Meðlimir ráðsins eru sammála það að aðgengi sé af skornum skammti í þeirra skóla eða félagsmiðstöð, þó sérstaklega í félagsmiðstöðinni Bústöðum. Samkvæmt BA-verkefni sem skrifað var af Gunnari Karli Haraldsyni hjólastóla aðgengi í félagsmiðstöðum Reykjavíkur af skornum skammti. Gunnar Karl Haraldsson heimsótti 5 félagsmiðstöðvar við vinnslu á verkefni sínu. Í verkefni hans kemur skýrt fram að Bústaðir, starfandi félagsmiðstöð innan Kringlumýrar, sé með versta aðgengi allra þeirra sem hann heimsótti. Það greinlegt þegar komið að félagsmiðstöðinni að þangað kemst enginn inn sem notast við hjólastól. Aðgengi fyrir hjólastól líka nær ómögulegt þegar komið inn í félagsmiðstöðina. Í verkefni Gunnars greint frá því að í félagsmiðstöðunum Fókus og Frosta hjólastóla aðgengi ábótavant. Bætt hjólastóla aðgengi í grunnskólum og félagsmiðstöðum nauðsynlegt. Börn og unglingar sem notast við hjólastól eiga að upplifa að aðgengi þeirra að námi og starfi félagsmiðstöða sé jafnt þeim sem ekki nota hjólastól. Einnig ber að nefna að einstaklingar hjólastól sem vilja starfa í grunnskólum eða félagsmiðstöð geta ekki sótt störf út frá svæði, skóla eða tiltekinni félagsmiðstöð, heldur velja aðgengismál húsnæðis starfsstaða fyrir þau. Samkvæmt mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar áhersla lögð á að virkja öll börn og ungmenni til þátttöku í samræmi við aldur og þroska. Einnig tekið fram að óheimilt sé að mismuna fólki vegna fötlunar og því séu tryggðar aðstæður til að taka virkan þátt í borgarsamfélaginu.
Það er ekki að sjá að verið sé að fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar þegar litið er til húsnæðismála tiltekinna grunnskóla og félagsmiðstöðva í Reykjavík. Í ljósi þess óskar ungmennaráð Laugardals, Bústaða og Háleitis eftir því að auki eftirlit sé með aðgengismálum í skóla og félagsmiðstöðvar borgarinnar og alvarlega verði tekið á þeim. Takk fyrir. Fulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og ágætu fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég vil byrja á að þakka Björk Arnardóttur fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða fyrir tillöguna. Þetta er mjög þörf tillaga. Við getum ekki liðið það að það sé verið að fara hér gegn mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar jafnt aðgengi að stofnunum Reykjavíkurborgar og að jafnræðis sé ekki gætt á meðal borgarbúa og meðal nemenda í borginni. Eins og framkom í máli tillöguflytjanda þá skólaskylda á Íslandi og þá verðum við líka að tryggja það að það sé jafnt aðgengi fyrir alla nemendur að húsnæði skólana og að frístundamiðstöðum og frístundaheimilum. Það er enginn sem vill upplifa það að hann þurfi að fara að velja sér skóla eftir aðgengi. Vegna þess að flestir nemendur vilja fá að ganga í sinn hverfisskóla og vera með sínum félögum. Sömuleiðis vilja þeir sækja þær félagsmiðstöðvar sem eru í þeirra hverfi og þangað sem að þeirra vinir leita. Þannig að ég vona svo innilega að það verði gerð bragarbót á þessu og þetta eigi ekki einu sinni að vera álítamál, þetta eigi að vera sjálfsagt mál að það verði farið strax heildstætt yfir þessi mál og aðgengi bætt þannig að það verði engin skóli, ekkert frístundaheimili og engin frístundamiðstöð þannig að það sé ekki gott hjólastóla aðgengi. Sá sem þarf á hjólastóla að halda á ekki að þurfa að hugsa það áður hann fer út úr húsi, hvort hann komist, leiðarsinnar eða ekki, hann á að geta gert það, umhugsunarlaust. Og ég vona svo innilega að allir borgarfulltrúar hér í salnum taki undir með mér og fari þá vegferð að bæta úr þessu. Hér situr formaður skóla- og frístundaráðs í salnum og ég veit að hans hugur er góður hvað varðar aðstöðu fyrir nemendur í borginni og ég að vona því að hann taki vel í þessa tillögu og veiti henni framgang í sínu ráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Óskað hefur eftir að veita andsvar ungmennaráðsfulltrúin Bára Katrín Jóhannsdóttir. Sæl aftur. Ég hafði einhvern veginn, það sem vakti áhuga minn var sérstaklega í ræðunni hjá henni Björk. Hún myndist á félagsmiðstöðuna Fókus sem er mín félagsmiðstöð og fram að því hún myndist á félagsmiðstöðuna hafði ég hugsað, já félagsmiðstöð mín, já hún er svo fín, það einhverju hjólastól gæti alveg nýtt sér félagsmiðstöðuna. En hvað er ég? Ég er ekki hjólastól, ég er ófatlaður einstaklingur og það er ekki mitt að dæma hvort að félagsmiðstöðin er hæf fyrir einstaklinga í hjólastól. Þannig að mér finnst þetta sérlega flott tillaga sem ég vona innilega að fari í gegn eins og hún ætti að gera og bara flott ansvar, bara vel orðað og ég hef ekki mikið meira að segja frekar en það. Þá er lokið við að veita andsvar ungmennaráðsfulltrúin Bára Katrín Jóhannsdóttir, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir svara þá andsvari. Já, takk fyrir þetta, Bára Katrín. Ég tek heils hugar undir með þér. Við nefnilega hugsum gjarnan þannig að við höfum góða aðstöðu og við hugsum, já, þetta er bara fínt í mínu skóla og minni frístundamiðstöð, en svo þegar við förum að skoða málunum þegar okkur er bent á það, að svona getur þetta ekki gengið og þetta er ekki alls staðar í lagi, að þá kallar það einmitt á það að við þurfum að fara að gera eitthvað. Þannig að bara takk fyrir þessa athugasemd, hún var alveg nauðsynleg. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að það er góð regla og í rauninni skylda í borgarstjórnarsal að ávarpa þá sem maður mælir með fullu nafni og titli.
þá annarkvort ungmennaráðsfulltrúi, fulltrúi tiltekins ungmennaráðs eða þá borgarfulltrúi eða borgarstjóri eftir atvikum. En við tökum nú kannski létt á þessu svona fyrst að þetta þessi fundur, en vildi þó minna á þetta. Næst tekur þá til máls borgarfulltrúin Rannveig Ernudóttir. Forseti, borgarstjórn, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir áheyrendur. Það er afar ánægjulegt að fá að vera með ykkur hér í dag og ég vil byrja á að þakka fyrir allar þær tillögur sem bárust frá ungmennaráðum víðs vegar úr borginni. Ég verð að viðurkenna að ég fylltist miklu stolti að lesa þær því mér þótti þær margar svo eiginlega allar, bara góðar og velunnar. Tillagan sem hér ræðir er á ábyrgð ungmennaráðsfulltrúans Bjarkar Árnadóttur fyrir hönd ungmennaráðs Laugardals Háleits og Bústaða og ég þakka kærlega fyrir þessa tillögu. Hún er góð og í samræmi við áherslur Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar varðandi bætt aðgengi heilt yfir. Bætt hjólastóla aðgengi er hluti af aðgerðar og hugmyndafræði sem snýst algilda hönnun í umhverfinu okkar. Í dag þurfum við alltaf að hugsa allt út frá aðgengi og alveg frá grunni. Algild hönnun varðar okkur öll, ung sem öldruð, þau sem lifa með einhvers konar röskun eða fötlun sem gæti snert sjón, heyrn, skynjun, hreyfigetu, úthald, jafnvel rafræna færni og túlkun. Þess vegna skiptir svo miklu máli að hún sé hluti af allri hönnun og uppbyggingu í samfélaginu okkar. Þessi hugsun þarf nefnilega að vera rótgróin í hug okkar, vinnu og menningu. En hvernig ætlum við að bregðast við þegar umhverfi okkar er gamalt eða rótgróið og er ekki byggt á algildri hönnun? Þá þurfum við að nota þekkinguna, hugvitið og viljan. Við notum þessi verkfæri til þess að reyna eftir fremsta megni að viðhalda því sem áður hafði verið skapað og byggt, nema nú ætlum við að gera það betra. Því það er hægt og það skiptir máli. Nú er í gangi vinna við aðgengistefnu Reykjavíkur til þess að ná yfirsýn yfir þær hindranir sem til staðar í borgin okkar. Til þess að fá sýn íbúa á hvað þarf að laga var óskað eftir aðgengisögum borgarbúa. Þar sem óskað var eftir lýsingum og atvikum og aðstæðum varðandi aðgengi í borgarlandi eða byggingum borgarinnar, sem og aðgengi að upplýsingum og aðgengi að þjónustu á innri á vefnum Betri Reykjavík. Sú söfnun stóð til 23. apríl síðastliðinn. Það er undir einmitt falla aðgengismál í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Það er á mörg að huga í þessum málum. Aðgengi þarf að vera í lagi innandyra sem og utandyra, upplýsingar þurfa aðgengilegar sem og þjónusta borgarinnar. Og þegar hugað er algildri hönnun og aðgengismálum, þá verðum við að passa upp á að allar merkingar séu skýrar, það sé ekkert í gangveginum, rampar séu til staðar, það sé hugað að hljóðvist, lýsingu, aðgengi að salernum, umhverfismerkingum og merkingum og lyftunöppum, svo nokkur dæmi séu nefnd. Það verður ekki allt lagað í einni hendingu. En margt smátt gerir eitt stórt og hugað þarf að mörgu við slíka vinnu og þá skiptir máli að vanda til verka. Það er oft flókið ferli að breyta til dæmis gömlum byggingum svo að þær geti þjónað áfram hlutverki sínu. Þar getur úrelt hönnun hreinlega verið stórt vandamál sem getur verið svo flækt enn frekar með fríðun eða hugverkaréttindum. Það þarf þá að vinna í kringu þessar flækjur og finna lausnir og það skyldi ekki koma neinum óvart að í slíkum aðstæðum getur sumum hreinlega fallast hendur. En upp með hökun og brettum upp ermar. Við verðum að standa vörð bætt aðgengi í samfélaginu okkar. Það eru mannréttindi okkar allra að aðgengismál sé í lagi. Samkvæmt einmitt mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar er óheimilt að mismuna fólki vegna fötlunar í þjónustu eða starfi hjá borginni og í menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 er lögð áhersla á barni sem virkan þáttaka á eigin forsendum og að einfalda allt stoðkerfi við börn með sérstakar þarfir með það að markmiði að veita börnum þjónustu í nærumhverfi þeirra. Mikilvægi algildra hönnunar og aðgengismála kemur skýrt fram í samstilltri ákvörðun okkar allra varðandi það að standa vörð aðgengismál. Ekki síst er hún mikilvæg þegar hún er studd í lögum og reglugerð stjórnsýslunnar til að mynda í byggingarreglugerð Mannvirkjastofnunar. Þar stendur að markmið hennar sé með leyfi forseta að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum öryggi mannvirkja og heilnæmi sé fullnægt. Að stuðla að endingu og hagkvæmni mannvirkja með því að tryggja að þau séu hönnuð þannig og byggð að þau hendi íslenskum aðstæðum. Að stuðla að vernd umhverfis með því að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun og gerð mannvirkja. Að stuðla að tæknilegum framförum og nýjungum í byggingariðnaði. Að tryggja aðgengi fyrir alla,
að stuðla að góðri orkunýtingu við rekstur bygginga. Af þessu má sjá að aðgengismál eru mjög víðtæk, enda getur þau haft svo gríðarlega mismunandi áhrif á mismunandi einstaklinga. Við viljum öll fá pláss í samfélaginu og við viljum ekki útiloka neinn. Það gerum við þá með því að við erum öll vakandi á tánum. Uppfærum kerfin og reglugerðir og hlustum þegar bendir þá sem það þarf að bæta og bætum úr því sem þarf að bæta. Tillaga þessi snýst að auka aðgengi í skólum borgarinnar, hún er góð og mikilvæg. Hún lýsir samstöðu og kærleika meðal unglinga og ungmenna sem gera þá kröfu að þessi mál séu í fyrsta lagi og þau séu líka í góðum farvegi. Því legg ég til að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til vinnslu. Tel ég það vera langbesta vettvangi til þess að grípa hana og vinna áfram af fagmennsku og festi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Freyja Rúnarsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða. Ég biðst aftur forláts, það er afgreiðslutillaga sem liggur fyrir fundinum. Ég er komin hérna alveg í keng. Það hefur sett borist svo málsmeðferðartillaga að þessari tillögu sé vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til úrvinnslu. Þau sem að samþykkja þá málsmeðferðartillögu gefið þess merki. Og þau sem að móti kunna vera, það er þá samþykkt einróma. Þá tekur til máls Freyja Rúnarsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Undanfarið hefur borið meira á umfjöllun með ofbeldi ungmenna. Ofbeldismenning meðal unglinga er augljóslega mjög alvarlegt mál. Við höfum séð dæmi að ungmenni nota samfélagsmiðla líkt á Instagram og aðra lokaða samskiptahópa til þess að birta myndbönd af unglingum í slagsmálum þar sem áhorfendur standa aðgerðarlausir að og fylgjast með og hvetja þau jafnvel áfram. Á heimasíðu lögreglunnar er að finna undirflokk sem heldur utan ofbeldi ungmenna. Þar kemur fram að þátttakendur í slagsmálum sem birtast á samfélagsmiðlum er af öllum kynjum og oftast börn á grunnskólaaldri. Í þessum myndböndum er algengt að sjá að þolandi ofbeldis eða árásar verður fyrir endurteknum höggum og spörkum í höfuð og búk. Vitað er að líkamsárásir sem þessar hafa í för með sér alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir þolendur, gerendur og áhorfendur. Í fræðslu á vegum ofbeldisforvarnarskólans er tekið fram að lágt sjálfsmat, reiði, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og áfallastreituröskun séu dæmi afleiðingar ofbeldis. Við í ungmennaráðinu teljum nauðsynlegt að unglingar fái aukna fræðslu mismunandi birtingarmyndir ofbeldis sem og áhrif þess. Þótt ofbeldisforvarnarskólinn sjá fræðslu ofbeldi er mikilvægt að nefna að sú fræðsla er ekki hluti af skyldunámi í grunnskólum. Unglingar þurfa bjargráð. Við þurfum að vita hvernig okkur ber að bregðast við þegar við verðum vitni að slagsmálum, árásum eða öðru ofbeldi. Að okkar mati er nú þegar rými fyrir aukna forvarnarfræðslu í grunnskólum og teljum við nauðsynlegt að ofbeldisforvarnarfræðsla fái pláss, til dæmis í lífsleiknitímum eða umsjónartímum. Samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar er nú þegar starfandi ofbeldisforvarnarnefnd innan borgarinnar. Sagt er frá því að ofbeldisforvarnarnefnd eigi að vera borgarstjórn og ráðum og nefndum Reykjavíkurborgar innan handar, þegar kemur á aðgerðum og viðbrögðum við ofbeldi í samfélaginu. Þetta er auðvitað gott og segir okkur að borgin viti af vandanum. Reykjavíkurborg hefur ýmiss konar verkfæri, úrræði og lausnir í höndunum. Það er því okkar tillaga að Reykjavíkurborg sjá til þess að allir unglingar í Reykjavík fái ofbeldisforvarnarfræðslu. En áður en ég lýk máli minni hér vil ég nýta þetta tækifæri sem ég hef fengið til að ávarpa borgarstjórn og minnast á málefni sem stendur mér mjög nærri. Ég bý í Fossvogi og gekk í Fossvogsskóla. 2 yngri bræður mínir eru ennþá í Fossvogsskóla. 2 af bestu vinum yngri bræður míns hafa verið mjög veikir vegna myglumengunar í skólanum. Þeir hafa fengið útbrot, höfuðverki, magaverki og liðið mjög illa eftir að hafa verið í skólanum. Annar þeirra hefur meira að segja þurft að flytja úr hverfinu til að komast í skóla sem er ekki hættulegur heilsu hans. Ég veit að bróðir minn saknar þessa vina síns mjög mikið. Ég hef fylgst með þessu máli og mér finnst ótrúlegt hvað þau sem ráða í borginni hafa staðið sig illa. Þeir hafa eiginlega ekki gert neitt nema þessi algjörlega búið að pína ykkur til þess. Ég legg því fram sérstaka tillögu í mínu eigin nafni
að meiri hlutin í borgarstjórn fari í alvöru að hlusta á foreldra og börn í Fossvogsskóla og fara að gera þetta almennilega. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn fulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti minnir þó á að í rauninni ekki hægt að leggja fram tillögu í ræðu sem ekki hefur verið send á fundin áður en fundur hefst. Tek þó fram að við höfum rætt þetta mál mjög ítarlega sem að fulltrúinn nefnir og við getum rætt það betur eftir fundin lýkur. Já, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að koma og ræða fundarsköp. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég geri aðeins athugasemdir hérna varðandi fundarsköp. Hér kemur fulltrúi úr Fossvogi og flytur tillögu í eigin nafni. Vissulega hefði þurft að boða þessa tillögu, ég get tekið undir það, en ég tel rétt að forseti bendi fulltrúanum á að fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna sem vildi fá að leggja fram tillögu í eigin nafni gæti þá boða bókun með afstöðu sinni í stað þess að leggja fram tillögu og leiðbeininni þar Það tekið til greina en forseti minnir á að það væri ekki efnislega það ætti ekki efnislega heima sem bókun við það mál sem til umræðu og það eitt af hlutverkum forseta að passa að við höldum okkur við þá umræðu sem hefur verið boðuð. Ég ætla samt ekki að taka mjög hart á því vegna þess að út af því hversu eðlis þessi fundur og þetta það sem kom fram verður tekið til greina og við gerum okkar besta áfram en það já, það andsvar, þú heitir aftur? Björk, já. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúinn Björk Arnardóttir óskað eftir að veita andsvar. Gjörðu svo vel. Já, ég vildi bara taka undir tillögu Freyju, kom náttúrulega með tvær og ég tek undir báðar, en sérstaklega með mygluna þar sem ég einnig frá Sóinum og bróðir minn hefur líka fundið fyrir áhrifum myglunar og mér finnst bara stundum, við höfum náttúrulega rætt og getum sjáð okkur þetta en það ekki endilega alltaf að hlusta á okkur og tekið mark á því sem við segjum. Nei, já. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Kýs fulltrúinn að svara andsvari. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráða í Reykjavík. Ég er formaður ofbeldisvarnanefndar sem ungmennaráðsfulltrúi Freyja Rúnarsdóttir nefndi áðan og hef verið frá því að við stofnuðum hana á sérstökum hátíðarfundi í tilefni 100 ára kosningaréttarafmælis kvenna. Ég fagna alltaf tillögu aukna fræðslu gegn ofbeldi, hvernig við getum varist ofbeldi og hvernig við getum búið okkur undir að verða fyrir ofbeldi, getum stutt betur við þá sem að verða fyrir slíku. Ofbeldi í samfélaginu vinsemd sem hefur bara viðgengist allt of lengi og lengi vel bara átti þetta á sér stað í hljóði. Núna vitum við meira af þessu, við vitum að ein af hverjum 5 stelpum verður fyrir ofbeldi áður en hún verður fullorðin og einn af hverjum 10 strákum, svona cirka bát og það hefur lítið breyst en birtingamyndirnar sannlega breytast. Og við sjáum líka meira og meira að það að verða fyrir ofbeldi hefur gríðarleg áhrif á heilsu og líðan og hamingju okkar allra, líka barna, ekki síst barna og við höfum verið að gera margt til þess að reyna einmitt að mæta því og undanfarið í vetur höfum við verið að skoða sérstaklega börn sem að
búa við ofbeldi á heimilum og börn sem að verða fyrir ofbeldi og beita ofbeldi. Og meðal annars fjalla það sem þið eru að tala það að sjá þegar barn beitir annað barn ofbeldi. En þið þekkið auðvitað, þetta alvarlegt og það bæði alvarlegt að beita ofbeldi og að verða fyrir því. Og það mjög mikilvægt að þið talið að fá þetta fræðslu. Það mjög mikilvægt alltaf ef maður verður þessi vitni, ef maður sér svona vídeó eða einhver trúður manni fyrir að hafa orðið fyrir ofbeldi, að leita strax aðstoðar. Því það hægt að ná sér nokkuð vel og það hægt að komast alveg nokkuð vel frá því að lenda í hræðilegum aðstæðum. En það mjög erfitt ef maður einn með það. En það heils vegar engin viðbrögð sem eru rétt og því væri erfitt að kenna rétt viðbrögð vegna þess að sá sem að bera ábyrgð á ofbeldinu alltaf sá sem beitir ofbeldi. Og sá sem að beita ofbeldi alltaf að gera það því hann vill fá völd eða vill sýna að hann sé eitthvað merkilegur eða þarf að ná sér einhvern veginn í einhverja tilfinningu fyrir að stækka egóið sitt og þess vegna ræðist hann á einhverja aðra. Og það aldrei neinum öðrum að kenna, alveg sama þó að við hugsum kannski eftir á hverju gerði ég ekki svona eða hverju gerði ég ekki þetta. Þá það alltaf sá sem beitir ofbeldinu sem ber ábyrgðina og það sem við þurfum að gera bara alltaf að láta vita. Þannig ég veit að þessi myndbönd sem voru í dreifingu við ræddum það á fundi ofbeldisvarnarnefndar og barnavernd fór í að sinna öllum þeim börnum þar sem voru og lögreglan tekur þetta mjög alvarlega og við sannarlega þurfum að finna leið til þess að tala þetta við börn án þess að börn upplifi að þau beri ábyrgð á að bregðast rétt við. Og mér fannst ofboðslega fallegt, það var núna í vikunni 7 ára stúlka sem var verið að reyna að fjarlægja á leikvelli og ég sá að það voru margir að hrósa henni fyrir rétt viðbrögð og ég hugsaði það alveg fallegt en það líka alveg jafn rétt að gera bara ekki neitt og frjósa. Og hún alveg jafn saklaus og dugleg og frábær, alveg saman hvernig maður bregst við. Þannig ég held það sé mikilvægt að við finnum leiðir til þess að tala þetta. Við þurfum að minna á það, samkvæmt barnaverndarlögum þá það alltaf okkar fullorðinna ábyrgð að bregðast við. Ef eitthvað barn segir okkur frá því að það óttist líðan eða hag annarra barna, þá það alltaf okkar, það ekki val, það skylda. Og það það sem við í Reykjavík og í ofbeldisvarnarnefndinni höfum verið að vinna með. Við erum búin að setja þennan hnapp á síðuna, fyrir nokkrum árum gerðum við það, þannig að þið getið tilkynnt, þið getið óskað eftir að vera bara undir nafnleynd ef þið viljið, það þarf ekki að gera það undir nafni. Við erum að leggja lokahönd núna á aðra aðgerðaáætlun sem við erum að gera og við höfum verið að vinna mjög mikið með jafnréttisskólanum og skólafrístundaráði og sviði, bara hvernig við getum akkurat mætt þessari auknu þörf á fræðslu. Og ég held bara að það sé gott fyrir okkur. Ég fagna því bara að fá þessa tillögu og gjarnan bara inn í nefndina mína og langar að leggja það til. Henni verður vísað til ofbeldisvarnarnefndar og við getum þá í rauninni tekið hana bara inn í það aðgerðaáætlun sem við erum að smíða og reynt að gera henni þá góð skil þar þannig að það sjáist að þetta komi frá ykkur. Annars það bara eitthvað sem okkar sameiginlega verkefni allra. Það bara stuðla að auknum jöfnuði og jafnrétti í þessu samfélagi og fólk hætti að þurfa að sýna vald sitt með því að beita aðra ofbeldi því það ólíðandi, alltaf. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Það var 3 fulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst býð ég velkomna Emblu Maríu Möller Atladóttur. Forseti, fundargestir. Þegar borgarfulltrúinn talaði að við ættum að leita hjálpar ef við myndum sjá eitthvað, þá svo lítið frætt ykkur hvert við að leita. Eða það líka svo mikil menning það að ef við segjum frá, þá uppnefnt mann og það fylgir ekki skömm, en það kannski fylgir skömm að segja frá upp á það að gera að þá ertu bara einhver aumingi eða eitthvað þannig sem það náttúrulega alls ekki. En út af því það svo títt og það svo cool innan gæsalappa að vera þessi sem tekur völdin, að vera þessi sem beitir ofbeldi og það það alls ekki og einhvern veginn þurfa að breyta því. Ég gerir mig alveg grein fyrir hvernig við getum gert það en það bara eitthvað sem þarf að gerast því fyrir því betra því að það svo mikil ofbeldismenning, sérstaklega okkar aldri sem bara í gangi og það að dreifa þessum myndböndum svo hipp og cool innan gæsalappa. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmirsdóttir?
Já, forseti. Ég bara er hjartanlega sammála. Það er óþólandi að þessi kúla beita ofbeldi og það er óþólandi að það er í rauninni valdeflandi að beita ofbeldi. Þannig að fólk sem er óöruggt með sig beitir aðra ofbeldi til þess að finna til einhvers máttar. En það er mjög stuttur tími sem það varir og það er ekki góð leið til þess og það þarf að hjálpa því fólki sem þarf að gera þetta með öðrum hætti. Og ef það er erfitt að segja frá, sem ég skil vel, að þá er hægt að nota þessa leið að segja frá nafnlaust og senda inn til dæmis tilkynningar. Þið getið gert það og við þurfum kannski bara að kynna fleiri leiðir til þess þannig að við fáum þessar tilkynningar og getum unni með þar því að barn sem er að núti og er að beita aðra ofbeldi þarf hjálp. Það bara... Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar ungmennaráðsfulltrúin Bára Katrín Jóhannsdóttir. Sæl, borgarfulltrúar og aðrir sem hér sitja. Langaði einmitt að minnast á eða svona velta fyrir mér þessu sko með að tilkynna, með að segja frá, líkt og Embla minntist á, þá er þetta tabú með að segja frá þú verður fyrir einhverju. En svo sko, það var hvað er orðið? Nú man ég ekki orðið. Lögreglan fór á stað með einhvers konar myndbönd fyrir nokkrum mánuðum sem snýrist að ef þú verður fyrir ofbeldi eða verður vitni ofbeldi þá ættir að segja frá. Og þetta var mikið rætt sko í kjölfarið af þessum myndböndum sem komu út, hvernig tónninn var og tónninn í myndböndunum var rosa ásakanlegur eins og þetta var svona við skömmuðumst okkar fyrir eða svona við fundum fyrir skömmustu tilfinningu að horfa á myndböndin þótt að við gerðum ekki neitt. Þetta var svona þannig, já, ok. Afsakið, stundum er þetta svona, tíminn er harður húsbóndi. En þá hefur lokið við að veita andsvar ungmennaráðsfulltrúin Bára Katrín Jóhannsdóttir. Vill borgarfulltrúin Heiðbjörg Hilmisdóttir svarar þá andsvari? Já, mér finnst þetta bara mjög forvitnilegt að tónninn hafi verið svona og vil gjarnan bara fá að ræða það við ykkur á eftir vegna þess að það er oft held ég eitthvað sem að það hefur örugglega ekki verið átt að vera þannig og ég held að það væri mjög gott fyrir lögregluna að vita af því ef að tónninn er ekki réttur og mér finnst bara mjög mikilvægt að allir sem að verða fyrir ofbeldi geti sagt frá því án þess að upplifa neina skömm eða ábyrgð á því að hafa orðið fyrir ofbeldi. Maður ber aldrei ábyrgð á að verða fyrir ofbeldi. Það er bara ekkert sem hægt er að gera sem að gera það að verkum að maður eigi skilið að verða fyrir ofbeldi. Þannig að það er bara, það er bara mjög alvarlegt og ég veit að ég geti bara, ríkislögreglustjóri kemur yfirleitt inn á fundi hjá okkur, hún er mjög áhugasöm sérstaklega þessi mál og við skulum bara reyna að breyta þessu. Bara takk kærlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar ungmennaráðsfulltrúin Freyja Rúnarsdóttir, en mér hafi missýnst, já. Gjörðu svo vel. Já, ég vil bara taka undir öll andsvörin og sérstaklega þakka borgarfulltrúa fyrir flott andsvar og já, ég er bara mjög samanlega ykkur öllum. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúin lokið við að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri óska eftir að veita andsvör við þessari ræðu og tekur þá til máls borgarfulltrúin Daníel Örn Arnarsson. Já, forseti, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og borgarstjórn. Það byrjaði að segja að ég er svona frekar hálfpartinn frá ég fekk bólusetningu í gær og er svona pínu slappur. En mér langar að þakka ykkur öllum fyrir ykkar frábæru tillögur og sérstaklega Freyju Rúnarsdóttir fyrir sína frábæru tillögu. Ég svo ég fari aðeins á svona persónulegu nótuna þá ég get tekið heilshugar undir þessa tillögu. Ofbeldi birtist okkur á margan hátt í samfélaginu, líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, stafrænt og svo framvegis. Og það er virkilega mikilvægt að við
aukum forvarnir og fræðum alla hvernig við eigum að bregðast við öllum þessum birtingarmyndum ofbeldis. Og þá er ekkert endilega að tala ungt fólk, endilega bara almennt í samfélaginu, en það sem að mér svolítið svona, það sem ég búinn að vera að hugsa svolítið mikið upp á síðkasti er þetta stafræna ofbeldi. Það sem að ég á dóttur sem að stíga sín fyrstu skref í svona hinum stafræna heimi og ég verð eiginlega viðurkenna, ég bara svolítið svona skítræddur það hvernig ég að sjá samskiptin á milli krakkana þarna inni. Og þarna dóttir mín hún er 8 ára og hvernig krakkar að tala við hvort annað, það bara hræðir mig. Og þú veist, ég búinn að vera að reyna mitt besta til að tala við hana og útskýra fyrir henni hvernig hún að bregðast við hana, en ég náttúrulega ekki sérfræðingur og þyrfti eiginlega bara sjálfur kennslu það hvernig við eigum að bregðast við þessu. Og ég virkilega sammála þessari tillögu og auðvitað þessi sem að tillagan eða greinargerðin fjallaði sérstaklega þessi myndböndu af líkamlegu ofbeldi hrikaleg og nauðsynlegt að fjalla það, þá held ég að sé virkilega mikilvægt að við tökum svona breiðari vinkil á þetta og tölum allar þessar mismunandi birtingarmyndir. En nú ég bara farin að tala í hringi, þannig ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig og bara takk kærlega fyrir allar ykkar tillögur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Það var 2 fulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst tekur til máls fulltrúinn Bára Katrín Jóhannsdóttir. Sæl aftur. Sjálf ég unglingur og hef kannski tekið fleiri skref í þessu samfélagsmiðla en kannski ung 8 ára stelpa, en sjálf fæ ég mikið af í rauninni bara hatursskilaboðum í gegnum samfélagsmiðla. Ég fæ mikið af ljótum skoðunum fólks sem og í langflestum tilfellum þetta ungir einstaklingar, ungir krakkar sem gera aðganga á samfélagsmiðlum nafnlausa þar sem þau kommenta andstyggilega hluti. Leiðin sem hefur gengið allra mest upp sko að reyna að hafa upp á foreldrum þeirra og senda skilaboð þau, það hefur gengið þó nokkuð oft. En þessi fræðsla gríðarlega mikilvæg, sérstaklega handa ungum krökkum að kenna að ekki stunda rafrænt ofbeldi, því það er eitt að segja sko þú ert ljótur við andlit af einhverjum, en svo þegar það eru 10 sem segja það í gegnum skilaboð, það hefur það líka áhrif. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Nei. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Elísabet Lára Gunnarsdóttir með skjálftastekki. Sæl öll, ég ætlaði bara að taka fram, ég mjög sammála öllu sem hefur komið hérna fram og ég ætlaði bara að bæta við að sérstaklega í stafrænu ofbeldi þá held ég mikið að þessum fólki sem að senda sér ógeðslegu skilaboð og oftast það börn eins og Bára tók fram. Ég held að það fatti stundum bara ekki að fólk, þú veist, ég held að það haldi líka að geta alveg falið sér bak við skjáina og ég held að það bara fatti ekki og ég held að það þurfi alveg mikla fræðslu líka bara fyrir kennara út af því að þau náttúrulega voru ekki að alast upp í þessu og ég held að það þurfi bara aðeins að minna þess að krakka á bara að það í alveg fólk bak við þessa skjái, það allstaðar fólk sem heyrir þetta og lesi þetta og þetta fer náttúrulega mismunandi illa í fólk en þetta bara alveg hræðilegt og ég held að það væri bara mjög gott að hafa allan einhvern veginn fræðslu í skólum og bara eitthvað þess bara láta minna kennan á hver gangi og já, ég veit ekki hvað að segja. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Daníel Örn Arnarsson. Já, mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir báðum. Þetta var nú upplifið mig ekki sem mjög gamlan einstakling en þegar kemur að þessum málefnum þá ég alveg sko kyrfilega miðaldra sko, þannig að bara takk kærlega. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga, það að tillögunni sé vísað til ofbeldisvarnarnefndar.
Þau sem eru samþykkt þeirri málsmeðferð gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera, það þá samþykkt einróma. Og já, þá fyrir við í næsta lið og tekur þá til máls Brynjar Bragi Einarsson, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Já, gott að minna á það að það er hægt að stýra hæðinni á púltinu fyrir þá sem þess þurfa að halda. Virðulegi forseti borgarstjórnar, borgarstjóri, borgarfulltrúar, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir gestir. Eins og áður kom fram heiti ég Brynjar Bragi Einarsson og við í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða leggjum til að borgarstjórn feli forsætisnefnd að gera nauðsynlegar breytingar til að tryggja fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna laun fyrir setu á fundum ráðsins sem fundar í hverri viku klukkutíma í senn. Fulltrúar ungmennaráði í öðrum sveitarfélögum svo sem Akureyri, Kópavogi og Árborg fá nú greitt fyrir setu sína á fundi og við teljum að það sé nauðsynlegt að Reykjavíkurborg að gera slíkt hið sama. Reykjavíkurráðs fulltrúar leggja mikla vinnu og tíma í hverju einustu viku, ekki bara við að mæta á fundi Reykjavíkurráðs, heldur líka fundi hjá ungmennaráðum og alls konar tilfallandi verkefni sem eru lang oftast óborguð. Reykjavíkurborg óskar oft eftir fulltrúum frá Reykjavíkurráði ungmenna og oft horft á okkur sem fulltrúa allra barna og ungmenna í borginni, en samt eru við oft þau einu sem fáum ekki greitt, einfaldlega vegna aldurs okkar. Þó að sé óskað sérstaklega eftir okkar skoðunum og okkar vinnu, þá fáum við oftast ekki greitt þótt allt fullorðna fólkið fái það. Svo ég vitni í skilaboð sem ég fékk frá ungmennaráði Akureyrar með leyfi forseta. Það að fá borgað fyrir okkar fundi hefur ýtt verulega undir alvarleika ráðsins og við höfum fengið fleiri og stærri málefni inn á borð til okkar eftir að við fórum að fá borgað fyrir fundasetu. Við fáum borgað fyrir 12 fundi á ári og það eru 20.000 krónur fyrir hvert fund. Við tökum sumarfrí í júlí og fáum þá borgað í staðinn fyrir fund með bæjarstjórninni. Þarna sést svart á hvítu hvað það er mikilvægt að fá greitt fyrir þetta. Ekki bara fyrir okkur sem ungmenni að fá launa fyrir vinnu okkar, heldur líka gefur þetta okkur ákveðna virðingu innan borgarinnar og gæti störf ráðsins þá orðið stærri og skipt meira máli. Með því að greiða Reykjavíkurráði höldum við að það gefi ráðinu ákveðna virðingu innan borgarinnar eins og segir í skilaboðum frá ungmennaráði Akureyrar. Hefur ráðið orðið virtara og fengið stærri og formlegri verkefni og það einmitt það sem við sækjumst eftir með þessari tillögu. Við leggjum til að í stað þess að fá greitt fyrir 1 fund í mánuði myndu allir fulltrúar sem eru með 75% mætingu eða meira fá greitt fyrir setu á fundum. Það væri gert til að koma í veg fyrir slæma mætingu á fundina nema þennan eina borgaða í mánuði. Og teljum við það ýta undir hvatningu að vita að maður þurfa að mæta ákveðið mikið til að fá borgað. Og að það gefi þeim tilfinningu að þetta skipti máli. Við vonum að borgarstjórn taki vel í tillögun okkar og sjáu að við erum ekki minna virði en fullorðnir vegna aldurs okkar. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu. Það hefur borist 2 óskir að veita andsvör og sú fyrri þeirra er Bára Katrín Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Sæl, borgarfulltrúar og virðulegur forseti. Ég vil ítreka mikilvægi þessara tillögu sem einstaklingur sem hefur tekið þátt í starfi sem þessu í nú 3 ár og ekki fengið krónu fyrir mest allt af þessu. Og svo lítur maður, eins og Brynjar sagði, á ungmennaráði kringum okkur, á Akureyri sem eru að fá vel borgað fyrir þetta. Maður fær á tilfinninguna þegar það er ítrekað verið að biðja fulltrúa ungmenni og svo framvegis að maður er ekki alveg á sama stað og fullorðna fólki í kringum mann, jafnvel þótt að skoðun manns á að vera alveg svo óstjórnlega mikilvæg, en greinilega ekki það að við erum ungmenni er nógu mikilvægt til að gefa okkur, til að veita okkur laun. Og
Ég segi aftur, ég ítreka mikilvægi þessari tillögu. Takk. Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar, kýs fulltrúinn að svara andsvari. Þá veitir andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Embla María Möller Atladóttir. Forseti, aðrir borgarfulltrúar. Ég vil líka bara taka undir að ítreka og ef að það myndi vera borgað fyrir þessu fundi sem að við erum að gefa okkar tíma, þetta er ekkert nema sjálfboðavinna hjá okkur og það sem við fáum út úr þessu er reynslan og félagskapurinn. En ef að borgað væri fyrir þetta þá myndi án ef að virðingin aukast og alvarleikinn og við fáum til okkar hellinga verkefnum en okkur líður satt ennþá þetta sé bara, já, hendur bara ungmennum í þetta, þau eru alltaf til í að gera allt, við erum fullorðna fólki, við ræðum, fattur. En þetta er svo mikil sjálfboðavinna hjá okkur og við erum að svona lúmst að gefa upp hluti fyrir þetta. Þannig að lágmark yrði að fá einhverjar nokkrar krónur í bankan út úr þessu. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, kýs ungmennaráðsfulltrúinn að svara andsvari. Það var pínu mögulegu misskilningur, bað Anja Keita að veita ansvar. Nei, ok, þá bara erum við í góðu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja að þakka fyrir þessa tillögu og aðrar tillögur sem hafa komið fram í ræðu og riti. Það eru allar mikilvægar og ég vil taka undir mikilvægi þessar tillögur sem lögð fram hér. Sjálf hef ég ekki hugsað út í það að fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna fengi ekki greidd laun fyrir setu á fundum ráðsins. Ég áttaði mig ekki á því að þetta væri svona. En auðvitað á það að vera þannig. Það er mikil vinna að baki og ekki að þetta ætlast til þess að ungmennaráðsfulltrúarnir sinni þessari vinnu í sjálfboðalega starfi. Á síðustu misserum það hefur farið fram mikil umræða í samfélaginu hvernig við verðleggjum störf í samfélaginu. Það voru verkföll þar sem láglaunahópar voru að krefjast bættra kjara og COVID hefur sýnt okkur og dregið upp á yfirborðið hvað það eru mörg störf í samfélaginu sem eru svo mikilvæg. Okkur finnst sjálfsagt að við borgarfulltrúar fáum greitt fyrir okkar starf en svo virðist greinilega vera annað upp á teningnum fyrir störf ungmennaráðsfulltrúa. Ég styð þessa tillögu heils hugar og þetta er mikilvægt því að þetta starf er jafn mikilvægt og önnur störf. Og mikilvægt að það sé ekki litið á þetta sem bara einhverja frístund sem að ungmenni geti sinnt í sínum frítíma ef að þau hafi áhuga á því. Mér langar aðeins að nefna að það er einmitt litið á að sumt sé svo sjálfsagt og sé greitt fyrir það og fyrir á þessum fundi þá var einmitt talað að hvað það tæki stundum langan tíma að fá umsögn hluti og nú til að varpa ljósi á svona hvernig hlutinni virka í borgarstjórn að þá finnst mér rétt að nefna að til dæmis þá er ég sem borgarstjórnarfulltrúa að bíða eftir umsögn á tillögu sem snýr að því að laun okkar borgarfulltrúa myndi ekki taka þessum hækkunum út frá vísitölu á meðan að COVID stæði. Það er eitthvað sem er sjálfsagt að laun okkar hækka 2 sinnum á ári og það er umsögn sem að við erum að bíða eftir að afgreiða tillöguna og þetta var tillaga sem var lögð fram í apríl á síðasta ári. Þannig að meðan að sumt er svona sjálfsagt og bara gengur fyrir að þá er annað greinilega ekki eins sjálfsagt þannig ég styð þessa tillögu heils hugar og ég legg til að henni verið vísað til forsætisnefndar borgarinnar og að tillögu flytjandi Brynjar Bragi Einarsson geti fylgt henni eftir og að það verði unnið úr henni á þeim vettvangi eða þá fulltrúi ungmennaráði sem að þau þá óska eftir ef það er einhver annar. Í tillögunni þá er lagt til að forsætisnefnd geri nauðsynlegar breytingar og það væri gott ef fulltrúi ungmennaráðs væri með í þeirri vinnu. Svona að lokum þá vil ég nefna að ég bara gerði mér hreinlega ekki grein fyrir ósamræmi sem var á milli sveitarfélaga í þessu og er nauðsynlegt að laga þetta. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu.
Næst tekur þá til máls borgarstjóri Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Eða staðgengill borgarstjóra réttur að sagt. Forseti, kæru ungmenni og borgarfulltrúar, hér fáið okkur upp sósíalistan, Sönnu, og kapítilastan, Þórdís Lóu frá Viðreisn. Og við erum á sitthvorum ásnum í pólitíkinni af því við vorum að tala stjórnmál, en við Sanna erum hins vegar mjög oft sammála, þrátt fyrir að okkar skoðanir séu oft líka mjög ósammála. Í dag erum við bæði sammála og ósammála, sem gerist oft. Mér langar að þakka þér fyrir, Gunnar Brynjar Bragi, að koma með þessa tillögu. Mér langar líka að segja, mér finnst mjög mikilvægt, sjálfboðastarf er mjög mikilvægt og mér finnst mikilvægt að þau skilaboð komið til ykkar, hvort sem þau eru launuð í framtíðinni eða ekki, að ykkar starf hefur undanfarin 20 ár verið gríðarlega mikilvægt fyrir okkur hér í borginni. Við vinnum langflest sjálfboðaliða starf, það er mjög algengt í íþróttahreyfingunni, það er mjög algengt í menningu og listum og við erum mörg hérna sem höfum tekið þátt í alls kyns verkefnum sem snúa að ofbeldi og mannréttindum og jafnrétti og það er allt meira og minna sjálfboðaliða starf. Það gerir það ekki minna áreiðandi, alls ekki. Það er hins vegar áreiðandi að við skoðum umgjörðina í kringum ungmennaráðin, það er sannarlega satt. Og það er oft gott að taka með af því sem er gert annars staðar, eins og kom fram í máli Brynjars Braga Akureyri og Kópavog, en það er líka mikilvægt að vita það að sveitarfélög út all land eru alls ekki eins. Þau voru 72 þangað til, já þau eru væntanlega 72 eða þeim hefur fækkað örfá, sem sveitarfélögin. Það þýðir það að það eru kannski 72 leiðir til þess að gera hlutina á mismunandi hátt. Það er fullt af sveitarfélögum ekki með ungmennaráð, þar sem barist er bara fyrir því að hafa ungmennaráð. Þannig að gleymum því ekki líka að við erum á mjög góðum stað að vera búin að vera hér saman í 20 ár. Og ég ætla að fá að vera aðeins hérna persónulega eins og borgarfulltrúi Daniel, sósíalisti, var áðan. Því að ég tók þátt í því fyrir 20 árum síðan að undirbúa lýðræði fyrir ungmenni, undirbúa lýðræði fyrir aldraða líka, inn á þjónustumiðstöðum og í íbúðakjörnum fyrir aldraða. Og þetta er alltaf svo ótrúlega merkilegt að við tökum þátt og við höfum hátt og við séum með í þessu samfélagi og við höfum rödd og það hafið þið sannlega hér. Ykkar verkefni þekkið þið vel. Umgjörð í kringum það að hún er greidd, jú, það er örugglega hvetjandi, ég er sannarlega sammála því. Það má síðan ræða það heilmikið, hversu mikið á að borga og verðum við þá komin í aðra umræðu. Það, við erum óánægðir núna með launakjörin okkar, hækkum þau. Það getur alveg komið upp. Eins og borgarfulltrúi Sanna benti á, þá liggur hér inni tillaga að lækka verðgildi launa borgarfulltrúa og hún hefur ekki verið afgreidd ennþá. Þannig að margt erum við sammála en margt erum við líka ósammála. Ég styð það og ég styð tillögu Sönnu, borgarfulltrúa Sönnu það að þessari tillögu verið vísað í forsætisnefnd. Það er góður vettvangur til að taka þessa umgjörð. Nú eru 20 ár liðin. Eigum við að greiða fyrir þessa þáttöku? Hvernig gerum við það þá? Og ég held sannarlega að það sé mikilvægt að þegar svo umræða fer fram að þá verður útfærslan skoðuð vel. Það er samt ekki, við skulum ekki halda það að við endum hér eftir ár með einhverja eina góða lausn sem að fæst yfir öll sveitarfélög á landinu. Það er ekki þannig, því miður. Oft myndum við vilja það, að við gætum öll gert þetta eins, en það er ekki þannig. Takk fyrir. Staðgengill borgarstjóra hefur lokið máli sínu og hafa þá 2 fulltrúar óskað eftir að veita andsvar og fyrst þeirra er Bára Katrín Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Sæl, borgarstjórn og aðrir sem hér sitja. Ég vil í rauninu bara ítreka þessa tillögu og vera sammála henni og ef það er ekki hægt að launa okkur fyrir okkar eigin fundi þar sem við erum öll saman, það minnsta er í rauninni að koma í veg fyrir það að við erum einu aðilarnir sem sitja við borðið sem eru ekki að fá borgað. Það er svolítið pínlegt að mæta á fundi vitandi það og þú ert að leggja þau eins mikið fram og aðrir en þú ert svo einin sem færið ekki borgað fyrir það. Og þar skín hálf óréttlætið í gegn því að þvert á móti þegar við erum öll að fá ekki borgað og svo þegar þetta er 1 eða 2 aðilar á fundi sem eru ekki að fá borgað og það er alltaf ungmennin.
Þannig að eins og ég segi, ítreka þessa tillögu. Ungmennaráðsfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Kýs borgarstjóri að svara andsvari? Forseti, ég held að það sé bara alveg rétt. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að skoða þetta samhengi. Ég tek undir það. Takk fyrir. Næst veitir andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Embla María Möller Atladóttir. Forseti, aðri sem ég sitja. Þegar staðgengill borgarstjóra talaði mikilvægi sjálfboðavinnu, ég vil alls ekki að hún miskilji að við í ungmennaráðinu séum að fyrirlíta sjálfboðavinnu á einhvern máta. Við gerum okkur grein fyrir mikilvægi sjálfboðavinnu, en við gerum okkur líka grein fyrir að það ekki sett svona mikla ábyrgð og væntingar á venjulega sjálfboðavinnu. Það sem við erum að gera ekkert að hjálpa til við íþróttastarfi eða að gefa heimilislausu fólki súpu eða eitthvað. Það sett alveg ábyrgð af borgarfulltrúum á okkur að við sinnum okkar starfi vel og við erum fyrirmyndir fyrir önnur ungmenni og það engin hefðbundin sjálfboðavinna og já, það Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar. Kýs borgarstjóri að svara andsvari? Forseti, bara takk fyrir það, takk fyrir þessi skýru skilaboð. Ég held ég hafi ekki alveg miskilið ykkur en mér finnst það bara mjög gott að skilaboðin séu skýr og mér finnst líka alveg frábært að þið séu að standa með tillögunni og rökstuðin ennþá frekar. Og borgarstjóri lokið við að svara andsvari og okkur hefur borist málsmeðferðartillaga sem að þessari tillögu sé vísað til forsætisnefndar til úrvinnslu og þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Eru allir með á nótunum? Það hins vegar ekki skylda að kjósa með, en maður vill vera viss fólk að við tekið eftir. Þeir sem að móti kunna vera, þá sú málsmeðferðartillaga samþykkt einróma. Og næst göngum við þá til 6. liðar á dagskrá sem og þá tekur til máls Elísabet Lára Gunnarsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Ágæti forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Elísabet Lára og kem frá ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Við leggjum til að borgarstjórn feli skóla og frístundaráði að gera sund af valfagi á unglingastigi að því gefnu að nemendur hafi staðið stöðupróf grunnhæfniviðmið skólasunds. Lagt til að breytingin taki gildi í byrjun skólaárs 2021 til 2022. Mörg ungmenni á efsta stigi í grunnskóla hafa þá á tilfinningunni að þau hafi þegar snemma á unglingastigi náð þeirri hæfni í sundi sem þau eiga að hafa samkvæmt aðalnámskrá í lok 10. bekkjar. Með möguleika á því að taka stöðupróf og hætta fyrir í skólasundi gætu ungmenn ræktað sína styrkleika í öðrum áfengum sem þau velja sér. Við leggjum til að nemendur geti tekið fyrsta stöðupróf í byrjun 8. bekkjar og ef hæfni náð væri nemendum kleift að nota sundtíma í aðrar valgreinar í 8., 9. og 10. bekk. Við gerum okkur grein fyrir því að skólar eru með mismunandi stefnur þegar kemur að vali og ef tillagan væri samþykkt myndi það vera eitthvað sem þeir myndi þurfa að útfæra eins og henta þeim best. Á þessum árum líkaminn sífellt að breytast og getur tekið togl á líða og sjálfsöryggi unglinga að vera umkringt kennurum og nemendum í litlum sem engum fötum. Sund gjarnan kvíðavaldandi fyrir marga nemendur og ef þau fengi val á því og ef ég segi sjálf frá finnst mér þetta alltaf vera langbesti dagur vikunar. Ef ungmenni hefðu tækifæri á því að stytta tímann sem færi í skólasund myndi það hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan nemenda. Í aðalnámskrá stendur með leyfi forseta. Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á unglingastigi að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum einstaklings og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslu á námið með við áhugasvið og framtíðarform. Okkur finnst að mun ónauðsynlegri sundkennslu þeirra sem hafði uppfyllt hæfniviðmið og vilja ekki lengur sérstaklega áherslu á sund því þessu ekki verið að fylgja.
Við vonum að borgarstjórn taki okkur tillögu til greina þar sem við höldum að það að geta lokið skólasundi fyrr myndi hafa góð áhrif á ungmenni Reykjavíkurborgar. Elísabet Lára Gunnarsdóttir lokamáli sínu og það er ansvars, það er Þorkell Heiðarsson. Já, ágæta borgarstjórn. Þakka fyrir þessa tillögu. Þetta er mjög góð tillaga og mér finnst hún vel rökstudd og satt að segja ég bara algjörlega sammála henni. Ef hægt að koma þessu við að vera með einhvers konar hæfnisviðmið og stöðupróf, þá held ég að þetta væri mjög mikið til bóta og ég held að einmitt það sem að tillöguflytjandi benti á. Þetta getur verið erfitt og það er mjög mikið að börn kvíði þessum tímum og þess vegna held ég að þetta sé eitthvað sem ætti að skoða. En hins vegar auðvitað sundkennsla og það að kunna synda er auðvitað mjög mikilvægt og allir gera sér grein fyrir því. En engu að síður þá held ég að væri alveg hægt að koma til móts við nemendur þarna. Það finnst mér allavega. En takk fyrir, þetta er mjög góð tillaga. Þá hefur Þorkell Heiðarsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvars langafulltrúa Breiðastevið. Þá er það Alexandra Briem, borgarfulltrúi sem er næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta er frábær tillaga og ég styð hana heils hugar. Það er ekki mjög flókið. Mér finnst mikilvægt að við kennum sund, vissulega. Það er að mínu viti mjög mikilvægt að kunna synda og að gera að kenna það meðan að fólk er ungt og auðveldara með að tileinka sér það. Þó svo að atvinnuvegir þjóðarinnar hafi blessunarlega orðið fjölbreyttari í seinni tíð, þá er sjómennska samt einn af þessum grunn atvinnuvegum sem verða alltaf mikilvægir hér og það er ekki endilega mjög gáfulegt að fara á sjó nema að kunna sundtökin. En þess utan er sund algeng afþreying og líkamsrækt á landinu. Við eigum mikið að heitu vatni í jörð og aðgengi að góðum upphituðum sundlaugum er að því ég veit hvergi betra en hér. Svo er líka bara gaman að hanga í pottunum og þó að það krefist þess ekki beinlínis að geta synt, þá er það kannski öruggara að kunna það og það er líka ágætt að eiga kostin að fara í laugina. Svo getum við alltaf viljað fara til útlanda á ströndina eða í Nauthólsvík eða fara á skemmtiferðaskip og þá er skárra að geta synt. Og að lokum vil ég nefna að Ísland er eyja og maður gæti dottið af. En hversu lengi þarftu að læra að synda? Þarf það að vera alveg út 10. bekkin. Það getur verið óþægilegur og erfiður tími. Börn eru þá á viðkvæmum tíma í sínum þroska, kannski komin mislangt á veg, kannski ennþá að ná sátt við það hvernig þeirra líkamar breytast á þessum árum eða kannski hrópandi ósátt við það. Ég var það sjálf, persónulega. Ég vildi ekkert verða loðnari, vöðvameiri og dimmrataðri. Og ég neita því reyndar ekki að kannski einstaka sinnum á lífsleiðinu komið sér ágætlega vel að vera sterk, en á þessum tíma þá leið mér illa með þessa þróun. Og mér fannst ekkert alltaf þægilegt að vera inn í strákaklefanum með þeim gauragangi sem var stundum þar og ég held að fæstum stelpum þykir það eitthvað sérstaklega spennandi. Og Reykjavíkurborg er núna þeirri vegferð að endurskoða salernis og klefaaðstöðu sem við bjóðum upp á, en það er flókið mál og alls ekki allstaðar búið að koma upp aðstöðu sem er öllum að skapi. Þau mál eru í svona ásættanlegu ástandi í almenningssundlaugum borgarinnar en ekki endilega öllum skólasundlaugum. Það er eitthvað sem þarf að kanna. Og nú erum við sem borgarstjórn með þá afstöðu að í sundstöðum Reykjavíkurborgar og þá í samræmi við lög kynrænt sjálfræði, þá fari fólk í klefa sem passar við þeirra kynvitund. Það er ekkert endilega mjög þægilegt heldur, sérstaklega ekki fyrir fólk sem er ekki tilbúið í það. En á mörgum stöðum en ekki öllum er í boði þriðju klefar fyrir fólk með fötlun eða sem finnst það ekki passa í karla eða kvennaklefan. Ég fór þangað sjálf meðan ég var í mínu ferli þegar ég var búinn í toppaðgerðinni og ekki búinn að fara í stóru aðgerðina. Þá fannst mér hvorki þægilegt að fara í karlan eða kvennaklefan og þessi þriðji klefi er heldur ekki alls staðar í boði. En þó svo hann sé í boði þá getur það verið óþægilegt. Það neyðir fólk til að vekja sér aukna athygli, skilja sig frá hópnum og kannski jafnvel koma út úr skápnum áður en það er nauðsynlega tilbúið í það. Svo hvers vegna ættum við að hafa það þannig að þau sem eru hvort er hvers vegna ættum við þá ekki að hafa það þannig að þau sem eru hvort er flugsynd klári sundi þá bara í 9. bekk ef þau óska þess. Ein möguleg ástæða reyndar til að forðast það væri til að forðast mismunun á krökkum sem finnst það líka óþægilegt en eru ekki flugsynd. En það er þá eitthvað til þess að skoða nánar að veita þá bara undanþágu.
Nú þegar er það verklag í nokkrum skólum að krakkar klára sund í 9. bekk eða geta tekið 10. bekkjarprófið í 9. bekk ef þau óska eftir því og verða þá búin. Án ábyrgðar þá minnir mig að ég hafi verið í 9. bekk og þegar ég kláraði sundið og hafi tekið það próf, en það er orðin ansi mörg ár síðan, það hafi ekki verið 98. En veist, ef það var hægt þá hlýtur eiginlega að vera hægt núna, við vorum ekki einu sinni með snjallsíma þá. En samkvæmt mínum upplýsingum þá gerir hvorki Reykjavíkurborg né menntamálaráðuneyti þá kröfu á skólasundi sé haldið áfram út 10. bekk. Ég myndi þó mælast til þess að þessu máli sé vísað til skóla- og frístundaráðs, til þess að skoða það nánar, fá umsögn frá sviðinu nákvæmlega hver staða málsins og með hvaða hætti við ættum að fara að því að útfæra þetta, fara yfir að hvort við þurfum að leita þá samráðs við menntamálaráðuneyti fyrst og þá hversu mikið og hvort það sé einhverjar aðrar ástæður til að hika við þetta sem við vitum ekki af núna, þó ég get ekki almennilega ímyndað mér hverja það ætti að vera. En ég styð þetta mál við þið klárað og gengi frá því, ég styð það heilshugar. Að lokum vil ég þakka Elísabetu Láru Gunnarsdóttur og ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíðar fyrir þessa góðu tillögu og ég vil þakka ykkur öllum fyrir virkilega góða frammistöðu í dag, þetta hefur verið til fyrirmyndar. Þá yfir Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið máli sína fyrir 2 fulltrúar ungmennaráða beðið ansvar, fyrst Bára Katrín Jónsdóttir og svo Elísabet Lára Gunnarsdóttir. Sæl, borgarstjórn. Það sem ég er sammála þessari tillögu, þetta er á einhverju öðru leveli sem ég er sammála henni, sko. En langflestir í mínum árgang voru flugsynd í 7. bekk og það var endalaust rætt af hverju þurfum að fara í 8., af hverju þurfum að fara í 9. bekk. Sjálf, við þurftum ekki að fara í 10. bekk ef við náðum að taka prófið í 9. bekk. En það var ótrúlegt hversu mörg forföll það voru í unglingadeild vegna þess að bæði voru margir einstaklingar sem voru með leg, byrjaðar á blæðingum og margir slepptu þannig að einkunnin datt niður. Og þetta er sko, þegar einstaklingar eru flugsyndir, þegar þau kunna skriðsund, baksund, bringusund, allt þetta sund, þetta gerist allt í vatni, I don't know. En sko, ég er bara ofboðslega sammála, ég skil ekki alveg tilgangin með því að láta ungmenni ganga í gegnum erfiðins eða getur verið að fara í sund á þessum aldri. En ég ítrykka mikilvægi þessara tillögu. Þá hefur Bára Katrín Jónsdóttir, fulltrúi ungmennaráða, lokið við að veita ansvar og veitir þá næst ansvar Elísabet Lára Gunnarsdóttir. Takk fyrir. Kæri forseti borgarstjórnar, borgarstjórn og aðrir gestir, ég ætla bara að segja að ég er náttúrulega komið til hérna en mér finnst það glæsilega punktar sem hefur komið fram, sérstaklega með kynsegin fólk sem er til dæmis bara búið að náttúrulega hækka talana því síðustu árin og er alltaf erfiðara og erfiðara fyrir þá krakka að fara sérstaklega á unglingadeild og síðan þá líka það sem Bára kom fram að minni reynslu hafa mjög mikið að fólki bara hætt að mæta í sund, kannski út af því að þeim finnst bara óþælt að vera í svona litlum fötum í kringum aðra og síðan líka bara finnst það bara alveg tilgangslaust og líka margir foreldrar hafa líka bara samþykkt að þau eru ekki að fara að pína börnin sín í sund. Þannig og sérstaklega þegar mikið sem krökkum eru flugsund og já, þannig ég ætla bara að þakka kærlega fyrir punktarnir sem hafa komið fram. Elísabet Lára Gunnarsdóttir lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Alexandra Brím. Já, ég vildi bara þakka fyrir góð svör og góða umræðu. Það hef ekki meiru við að bæta það svo stöddu, en bara takk fyrir tillöguna. Já, þá er ansvörum lokað og næst á mælenda skráði það Þórdís Pálsdóttir, borgarfulltrúi. Að sjálfsögðu. Forseti, ágæta borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna. Ég vil þakka Elísabetu Láru Gunnarsdóttur, ungmennaráðsfulltrúa, fyrir þessa frábæru tillögu. Þessa tillögu sést að skólasund verði gert að valfagi í grunnskóla ef nemandi stenst stöðupróf á unglingastigi. Ég styð þessa hugmynd heilshugar. Það er svo margt ef maður pælir í þessu sem að bara mælir algjörlega með þessu. Börn verða oft snemma flugsynd, eru búin að vera sundnámskeiðum, æfa sund og að sjálfsögðu ættu þau þá að geta sleppt þessu, tekið þetta stöðupróf og nota þá tíman í
eitthvað annað. Til dæmis að velja sér einhver fög sem að tengjast áhugamálinu þeirra, velja einhver fög, áfanga úr menntaskóla til að flýta fyrir sér í námi. Þetta getur hjálpað þeim líka að skipuleggja sig og það að þau hafa möguleika á að taka þetta stöðupróf, þá getur það bara verið svolítið hvati til þess að mæta vel í sundið og klára þetta. Ekki vera að gleyma fötunum ofta mikið og reglulega. Þannig, já, en þannig ég held að þetta sé bara mjög, mjög góð tillaga. Takk. Óska eftir ansvars, þá umræðum undir þessum dagskrárlið lokið og það hefur borist málsmeðferðartillögum að vísa tillögum til skóla- og frístundaráðs sem eru samþykkir þessu, gefa merki. Og það samþykkt einróma. Þá gengið til næsta máls á dagskrá og það tillaga fulltrúa í ungmennaráð Grafarvogs plastlausa Reykjavík 2026 og flytur hann Embla María Völler Atladóttir, fulltrúi í ungmennaráði Grafarvogs. Virðulegu forseti borgarstjórnar, ágæti borgarstjóri, meðlimir Reykjavíkurráðs, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Eins og kom fram hér áðan, þá heiti ég Embla María Völler Atladóttir og ég tala hér fyrir hönd ungmennaráðs Grafarvogs. Tillagan okkar að þessum borgarstjórnarfundi snýst í grundvallaratriðum að borgarstjórn feli umhverfis- og heilbrigðisráði að leggja drög að því að Reykjavíkurborg geti orðið plastlaus borg fyrir árið 2026. Við í ungmennaráði Grafarvogs gerum okkur þó grein fyrir því að algjörlega plastlaus borg innan þessa tímaramma mögulega ekki raunhæf tillaga. En það ekki okkar stærsta áhyggjuefni í núverandi ástandi. Það kominn tími á róttækar aðgerðir í umhverfismálum og við þurfum öll að hætta að slóra þegar kemur að því að taka slíkar ákvarðanir. Með leyfi forseta þá vitna ég heimasíðu Grænaplansins sem Reykjavíkurborg kynnti á dögunum þar sem sagt nánast orðrétt. Næsti áratugur þarf að verða áratugur aðgerða í loftslagsmálum og ég fæ ekki betur séð en að tillagan okkar rími vel við þessa stefnu. Þrátt fyrir að fullkomlega plastlaus borg sé ekki endilega raunhæft markmið, þá fylgja því kostir að hugsa stórt. Ef Reykjavíkurborg setti sér svona háleitt markmið í umhverfismálum og myndi stefna að því að láta það ganga, þá skiptir það í raun ekki máli að 5 árum liðnum hvort að borgin sé 100% plastlaus eða ekki. Ef borgaryfirvöld setja sér þetta markmið og fylgja því eftir, þá eitt á hreinu. Að 5 árum liðnum mun borgin hafa náð gríðarlegum árangri í þessu málaflokki. Plast getur verið allt upp í 500 ár á brotna niður í náttúrunni og hefur plastmengun slæm áhrif á náttúru og dýralíf bæði í sjó og á landi. Það til hafsjór að rannsóknum og fræðigreinum sem fjalla skaðleg áhrif plasts á náttúruna. Ég hins vegar ekki komin hingað í dag til að gefa útdrátt úr því efni enda telja það ónauðsynlegt. Nákvæm útfærsla tillögunnar myndi ávallt vera unnin af sérfræðingum innan borgarinnar og ég ætla ekki að þykjast vita hvernig nákvæmlega verður best að framkvæma þetta. En ég ætla samt að reyna. Fyrsta skrefið sem auðvelt var að taka að sjálfsögðu að borgin gerði úttekt á öllum innkaupum á plastvörum og færi að skipta úr því sem auðveldast væri að skipta út fyrir aðra staðgengilsvörur. Plastdrykkjumál ætti að geta heyrt sögunni til á innan við ári. Pappadrykkjumál eru einföld staðgengilsvara sem auðvelt væri að skipta inn í staðinn. Lífplast önnur tegund af staðgengilsvöru sem auðvelt að skipta inn. Lífplast unnið úr náttúrulegum efnum og það hefðbundið plast ekki. Tillagan okkar samræmist vel stefnum Reykjavíkurborgar í umhverfismálum á borð við grænaplanið sem kynnt var nú á dögunum, þar sem meðal annars talað að minnka úrgang og bæta endurvinnslu. Í því plani einnig fjallað metnaðarfulla áætlun Reykjavíkur í átt að kolefnishlutleysi og getur útrýming plasts og plastnotkunar innan borgarinnar verið stórt skref í átt að því markmiði. Kolefnisfótspor plasts verulegt og liggur því í augum uppi að stórtækar aðgerðir í málaflokknum munu skila sér í stórtækum bætingum. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkjanna í september árið 2015. Heimsmarkmiðin 17 talsins og þau algild. Aðildarríkin hafa skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að innleiðingu markmiðanna. 11. heimsmarkmiðið
er sjálfbærar borgir og samfélög. Með því átt við að gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin og sjálfbær. 13. aðalmarkmiðið er aðgerðir í loftslagsmálum. Með því átt við að grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra. Ég veit alveg að þessi hugmynd okkar hljómar pínu öfgakennd og jafnvel óraunhæf, en ég fæ ekki betur séð en að hugmyndin rímir vel við bæði stefnu borgarinnar í loftslagsmálum og í enn víðara samhengi við stefnu Sameinuðu þjóðanna í þessum málaflokki. Það steðjar ógn á jörðinu okkar sem að verður alvarlegri með hverjum deginum sem líður. Það ríkir verið neyðarástand í loftslagsmálum og það er löngu komin tími á við gerum eitthvað. Staðan er einfaldlega þannig í málefnum umhverfisins að nú þýðir ekki lengur að hugsa smátt eða út frá því sem endilega telst raunhæft. Nú er tími til þess að hugsa stórt. Því einungis stórar hugmyndir og lausnir geta leyst vandamál af þessari stærðargráðu. Takk fyrir. Tveir fulltrúar óska eftir að veita andsvar. Það eru Bára Katrín Jóhannsdóttir og Sabine Leskop og veit ég Báru Katrínu orðið. Kæra borgarstjórn, ég vil enn og aftur ítreka mikilvægi þessarar tillögu. Fyrir 2 árum, eða árið 2018, það var ekki fyrir 2 árum, það var fyrir 3 árum, en árið 2018 þá hófst hér á Íslandi loftslagsverkföllin hér á föstudögum, þá hófust þau og þá var virkilegur eldmóður bæði í ungu fólki og eldmóður í fullorðnum einstaklingum var lítið meiri en kannski er verið að taka eftir í dag og nú nokkrum árum síðar er líkt og eldmóðurinn fyrir breytingu varðandi loftslagsvandann eins og hann hafi dálítið, hvað maður segja, kólnað. En með eins flottum tillögum og Embla var að leggja fram er hægt að gera svo stóra breytingar og það er hárrétt sem hún segir, við verðum að hugsa stórt til að geta leyst eins stóran vanda. Takk. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill fulltrúinn svara andsvari? Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Sabine Leskop? Já, takk fyrir þetta, alveg frábært til að og það er ekkert að því að leggja þetta hér til þótt það sé kannski ekki 100% raunhæft að framkvæma þetta svona 1, 2, 3. Við eigum að hugsa stórt. Ég man þegar ég flutti til Íslands það fannst mér alveg ótrúlega mikið plastpokanotkun og það var alltaf sagt við mig, nei þetta er ekki hægt að stoppa þetta því að við þurfum að nota þetta og svona. Svo þegar umræðin byrja að alvöru það tók það ekki nema 2 ár og svo var það búið. Það er engin plastpoki lengur í búðum og svona. Og það er bara eitt sem ég vildi nefna og bara lofa ykkur, þú nefndi innkaupin, ég fór með innkaupa framkvæmdarráðs og við vorum einmitt að byrja í þessari viku með stýrihópum að endurskoða okkar innkaupastefnu og við erum einmitt að setja þetta inn. Við erum að þýða græna planið yfir í raunveruleika. Þess að borgin kaupir alveg ótrúlega mikið, ekki bara vörur, heldur líka þjónustu og framkvæmdir. Þannig að við getum alveg sett kröfur til þeirra sem við verslum með, ekki spurning. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill fulltrúinn svara andsvari? Gjörðu þetta svo vel. Ég vildi bara þakka ykkur, já, forseti. Ég vildi bara þakka ykkur og það er frábært að heyra með stýrihópinn, með endurskoðunina og þú nefndir að það hefði bara tekið 2 ár að losna við plastpokana. Það sem hljómar ótrúlega flókið og stórt getur stundum í raun og veru ótrúlega auðvelt eins og þú sagðir með bara 2 ár sem að var á þeim tíma bara óraunhæft að losa okkur við þessa blessuðu plastpoka en þegar maður virkilega lítur á það er það ekkert svakalega erfitt. En já, bara þakka ykkur fyrir góðar viðtökur. Þá tekur til máls ungmennarsfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá næst til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráð Reykjavíkurborgar. Við stöndum okkur ekki nægilega vel. Hér eru allir bara með plastflösku á borðinu sínu, sötrandi sódavatn og plasti.
Það eru hins vegar hérna nokkru fulltrúar sem hafa tekið með sér fjölnota drykkjarílát og sötur væntanlega vatn úr því. Og þeim vil ég hrósa. En við getum gert vissulega betur og plast ekki bara plast vegna þess að plast efni sem þarf að rata í réttan endurvinnslu farveg. Og þá spyrir maður sig, af hverju eru við að framleiða efni sem við getum ekki endurunnið, endurnýtt eða endurnotað? Og það líka stóra spurningi. Við erum hérna neyslusamfélag og við erum bara hreinlega að drukkna í drasli, ekki bara plasti. Það margt í plasti og Reykjavíkurborg getur sannarlega gert mikið betur. Og ég fagna þessari tillögu og mig langar strangt tekið bara að samþykkja hana hér og nú og setja okkur þessi háleitu markmið að við ætlum að vera plastlaus borg fyrir 2026. Og nú þegar unnin talsverð vinna á vettvangi borgarinnar og eins og Sabine Leskov borgarfulltrúi fór hérna yfir áðan, að þá getum við stýrt þessu að miklu leyti til í gegnum innkaup. Reykjavíkurborg risastór innkaupaaðili og við getum og við erum og höfum sett okkur stefnu vistvæn innkaup sem við þurfum að fara eftir. Og það talsverð vinna nú þegar unnin, eins og ég sagði á vettvangi borgarinnar. Grænu skrefin eru hluti af þeirri vinnu, loftslagsáætlunin, græna planið og fleira kemur til. Og það eru eiginlega 3 þættir sem við þurfum að ná utanum. Það uppsprettan, hvaðan kemur plastið og allar þessar einnótu umbúðir. Og það meðal annars þá þurfum við að vera með framleiðenda ábyrgð. Þurfum að gera framleiðendur ábyrga fyrir því sem þeir framleiða og selja. Við þurfum líka að ávarpa neytendur. Getum við neytt minna? Þurfum við raunverulega að kaupa þetta eða hitt? Við þurfum að vekja umræðu og umtal í samfélaginu. En það líka auðvitað notkunin, hvernig við notum hlutina og hvernig við síðan losum okkur við hlutina. Því ber líka að halda til haga að það bara aðeins 30% af öllu því plasti sem kemur til endurvinnslustöðvanna hægt að endurvinna. Það umhugsunarefni. Þannig að þetta mjög gott markmið og þetta myndi sannarlega sparki í rassinn á borgarfulltrúum og Reykjavíkurborg ef við myndum bara samþykkja að segja plastlaus Reykjavík 2026. En ég ætla hins vegar að vera með þá málsmeðferð að vísa þessu inn til ráðsins míns. Ég formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs og við munum taka þetta mjög alvarlega. Við þurfum að ljúka vinnu á vettvangi borgarinnar sem snýr að einnota umbúðum og plasti og hvernig við í stofnunum borgarinnar vinnum með þetta efni og hvernig við getum minnkað notkun á slíkum plastefnum. En það eru síðan bara fyrirtækin og heimilin í landinu og fleira sem kemur til. Þannig að það margt sem við þurfum að huga að. Af því að það var verið að tala hérna pítsur, að þá langar mig með leyfi forseta að vitna í blaðagrein sem umhverfisráðherrann okkar skrifaði. Hún hefst svo: Plastumbúðirnar utan af ömmupítsunni sem ég borðaði í sveitinni einn laugardag í bernsku minni gætu á þessari stundu verið syndandi heimsins höf sem plastþræðir í sjávarlífverum. Þær gætu líka hreinlega legið einhverju fjörunni eða verið búnar að leysast upp í litlar plastagnir, svokallað örplast, og flotið í sjónum sem slíkar. Og þetta mikið áhyggjuefni, hvar plastið endar. Við viljum ekki að plastið okkar hér á Íslandi endi í Indlandshafi eða við strendur Afríku. Þannig að þetta forgangsmál og því ber líka að halda til haga að það voru samþykkt breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem eru einfaldlega að taka gildi núna 3. júlí, þar sem það verður bannað að setja plasthnefapör, diska, sógrur og eyrnapinna úr plasti. Það bannað að selja það hér á landi. Og þetta tekur gildi núna 3. júlí 2021. Þannig að burt með plastið og málsmeðferðin að vísa þessu inn til frekari vinnslu í umhverfis- og heilbrigðisráði. Takk kærlega fyrir tilhöruna.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máls Koma þessi sínu. endurvinnslu hérna. Það er rétt að forseti taki fram að flöskurnar eru vegna COVID, við vorum ekki með þær áður og við munum hætta þeim aftur. En þá hefur óskað eftir að veita andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Embla María Möller Atladóttir. Gjörðu það svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil bara virkilega taka undir þegar hún talaði ömmupísunar að það er mjög mikið áhyggjuefni hvert plast okkar leita til. Ég talaði heimsmarkmiðin Sameinuðu þjóðanna í ræðunni minni og ég tók ekki inn heimsmarkmið númer 14 og númer 15 sem er líf í vatni og líf á landi sem mér finnst ríma mjög vel við þar sem við vitum ekki hvort að plasti okkar lendir eins og hún sagði í Indlandshafi eða hvort að endi onni í moltu einhvers staðar þar sem það mun bara ánefa ekki fara vel með okkar jarðveg. Þannig ég vil þakka góða viðtökur og bara takk fyrir. Takk fyrir það. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Ok. Þá tekur til næstir máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu þið svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og ungmennaráð Reykjavíkur og tilheyrendur og þið hér sem sitið hér upp á pöllum. Það er gaman að sitja þennan fund. Ég vil nú byrja á því að þakka tillöguflytjendanum Emblu Maríu Möller Atladóttir fyrir hennar ræðu og hennar tillögu. Hún er vissulega stór þessi tillaga og full af markmiðum og eins og hún sagði sjálf kannski ekki alveg raunhæf í tíma. En öll viljum við draga úr plastnotkun. Við Íslendingar framleiðum ekki plast, þannig að allt okkar plast er innflutt. Flutt hingað á skipum sem eru olíuknúin og plastið sem við flytjum inn, það er notað til þess að pakka vörunni sem við framleiðum sjálf. Það er mikil vitundarvakning í þessum málum hér á landi. Ég hef verið með ákall til garðyrkjumanna, bæði þeirra sem framleiða blóm og grænmeti, að draga úr plastmengun í sinni framleiðslu og nú höfum við séð árangur þeirra baráttu og þess átaks raunverulega sem var farið á stað með af stjórnvöldum að minnka plastneyslu þegar við förum að versla í matvörubúðum. Því þar eru ekki lengur plastpokar, heldur eru grisjupokar fyrir fólk til að taka grænmetið. En þá eru samt ykkur að pakka plasti. En það verður ekki til dæmis orðið eins mikil árangur í þessu í blómaræktun því að Íslendingar eru þannig ennþá flestir vilja hafa blómin sín í sellófanni sem er meira mengandi vara heldur en plastið sjálft, svona svo eitthvað dæmi sé nefnt. Ég var stödd í barnaafmæli daginn og það var verið að gefa þar leikfang, dúkku með öðrum orðum. Og ég get sagt ykkur það að það var svo mikið plast utan þessa litlu dúkku að það lá við að það þyrfti að sækja bæði hamar, kúbein og skrújárn til þess að komast í gegnum plastið, til þess að komast að dúkkunni sem var líka úr plasti. Þannig að plast er út allt í okkar samfélagi og það er flutt svo mikið af plasti til Íslands sem er eyja hér út í Norðurhafi í gegnum neyslumunstur heimsins sem að við kannski ráðum ekki við því við fáum vöruna svona pakkaða utan. Þannig að það er mikil áskorun og þá þegar ég er búin að segja þetta þá langar mig til að fara í ferilinn. Við þurfum að skapa vitundarvakningu hér á Íslandi að flokka, að við verðum duglegri að flokka. Og ég er mjög ánægð með stefnu Reykjavíkur borgar, akkurat varðandi núna er búið að taka ákvörðun það að hefja enn frekar söfnun lífræns úrgangs og halda því tilraunaverkefni sem einmitt ungmennaráð Kjalarness kom inn með í borgarstjórn á sínu tíma að fara á stað með pröfuverkefni og það var tekið tillit til þeirra tillögu, frábært verkefni. En það er plastið sem er vandamálið í okkar samfélagi og það er plastið sem er vandamálið hér upp í Sorpu. Við erum búin að reisa heila
urðunarstöð upp á 6 milljarða þar sem átti að framleiða moltu. Enn ekki búið að koma því í gegn að moltan sé hæf til brúks til landnotkunar í trjárækt vegna þess að tæknin hefur leitt af sér að það allt of mikið af plast í moltunni. Allt of mikið af plast í moltunni. Núna moltan urðuð og notuð í landfyllingu upp í Álfsnesi og fer ekki út á lóðinni út af plastmengun. Og þetta kemur til út af því að fólk ekki nægilega duglegt að flokka, að hafa plastið sér. Þannig að þetta á að vekja okkur allt til umhugsunar, en svo það líka þannig að plastið getur verið eldsneyti ef því breytt á réttan hátt með brennslu, þannig við þurfum að finna bestu leiðirnar fyrir farveg plastsins jafnframt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hafa 2 fulltrúar óskað eftir að veita andsvar og það þá fyrst Bára Katrín Jóhannsdóttir, ungmennaráðsfulltrúi. Varðandi, kæra borgarstjórn, varðandi vitundavakningu á flokkun á plasti, þá var tillaga á borgarstjórnarfundi fyrir 2 árum lögð af ungmennar Árbæjarholta til að gera það skyldu á öllum vinnustöðum Reykjavíkurborgar að flokka, og það kannski líka ítreka mína tillögu, við vitum ekki ennþá hvað sú tillaga stendur í kerfinu í dag. En það mikil vitundavakning í gangi núna og ég held að stærsta vitundavakningin sem gæti orðið væri ef stór fyrirtæki og stóri vinnustæðir á við Reykjavíkurborg myndi taka þessu stóru skref og sýna og vera fyrirmyndi fyrir önnur fyrirtæki, því að ef stór fyrirtæki ætla ekki að taka stóru skrefin ekki hægt að búast við þessum litlu fyrirtækjum og einstaklingum til að taka stóra skrefi fyrir fyrirtæki, því að þau verða að gera það sjálf. Þannig að ég ítreka tillögu Emblu og ég ítreka tillögu hennar. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Forseti minnir á að fundargestir ættu að hafa slökkt á símum eða allavega að taka hljóðið af þeim. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, takk fyrir þetta andsvar. Ég held að fyrirtækin á Íslandi standi sig býsna vel í flokkun og það alltaf stærri og stærri hluti af heimilunum sem að taka þátt í flokkuninni. En það sem ég að tala varðandi vitundavakninguna, það svo auðvelt að láta slæta með í blandað úrganginn, plastúrgang og annað. Sumir sem að ég hef talað við finnst það rosalegt vesen að flokka sem dæmi, en eins og ég var að segja hér í ræðu minni að kannski plast kannski ekki það versta sem til ef því safnað saman á einn stað og það búin til afurð úr því, eins og til dæmis nota til húshitunar á köldum svæðum eftir að plastið búið fyrir gegnum brennsluofn. Nú það líka þetta frá flösku til flíspeysu, þannig að það þessi nákvæmlega flokkun sem að máli snýst og hún verður að vera sjálfsbrottin og með hvatningu frá stjórnvöldum. Og borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir? Já, ágæti forseti, ég vildi bara halda því til haga að þetta auðvitað áherslumál hjá Reykjavíkurborg að við þurfum að sérsafna efnistrumum. Við þurfum að sérsafna lífrænum, lífúrgangi svokölluðum, við þurfum að sérsafna plasti svo það rati einmitt ekki þá í lífúrganginn og svo framvegis. Og við gerum þetta með samhentu átaki líka með þeim lögum sem voru samþykkt á Alþingi, breytingar, eins og ég fór yfir á þar í fyrra sem að taka núna gildi 3. júlí, og þá til dæmis bannað að flytja inn einnota umbúðir úr frauðplasti, til dæmis eins og undir matvæli og slíkt, og þá verður líka orðin skylda að merkja með hvaða hætti við eigum að meðhöndla einnota plastvörur, og svo líka bara upplýsingar hvaða neikvæðu áhrif þær hafa. Og þetta liggur svolítið hjá Alþingi líka, og svo okkar skylda framfylgja lögunum og upplýsa fólk og meðhöndla með réttu móti efnisstraumana. Þannig að þetta stendur allt til og áfram gakk.
Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágætu tilheyrendur, já, það vill nú þannig til að við borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur erum nú ansi oft sammála hér í umhverfismálum. Varðandi það að hér er verið að kynna það að fara að banna innflutning einnota umbúða úr frauðplasti, þá er þannig líka sko, ef þið farið í þessu neyslu samfélagi sem við búum í, út í búð og kaupið ykkur flatskjá eða sjónvarpið eða þvottavél, magnið af frauðplasti í kringum þær vörur. Við verðum sko að taka þessu leyti sko skynsemina á þetta. Ég efast að nokkuð vilji vera án sjónvars í dag, en það fylgir því frauðplast, svo þetta sé sagt, skiljiði mig. En það er líka eins og með plastbókana sem var rætt hér áðan, að það var rætt útrýma þeim á 2 árum, sem var stórkostlegt, en áður en var búið að taka ákvörðun að útrýma plastbókum, burðarpókum, að þá var friðþægingin sú að borga 5 krónur hverjum plastbóka í uppgræðslu skóga, skiljiði mig. Þá var það einhvern gjaldið sem að við vorum tilbúin til að borga með til umhverfisins. Þannig við verðum að sýna skynsemi í þessum málum eins og öðrum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er auðvitað skynsamlegt að banna vörur og innflutning á vörum sem eru heilsuspillandi, sem eru beinlínis eitraðar fyrir umhverfi okkar. Og til þess að vernda lífríki og til þess að vernda náttúruna og okkur sjálf, það er til dæmis, plast er ekki bara plast, það er til margar gerðir af plasti, oxoplast til dæmis er mjög hættulegt umhverfinu og hefur verið, talið vera krabbameinsvaldandi. Þannig að það er skynsamlegt að banna það sem er beinlínis heilsuspillandi og mér finnst þetta hafa verið mjög þarft að breyta lögum í þessa veru til þess að girða fyrir enn frekari náttúruspjöll og heilsuspjöll. Þannig að þetta er skynsamlegt. Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágætu tilheyrendur, já, þetta er að sjálfsögðu er bara mjög brýnt að banna allt sem er heilsuspillandi og það er ýmislegt sem er heilsuspillandi á Íslandi eins og til dæmis bara geislar frá GSM símum og geislar frá eða útfelling alls konar frá til dæmis möstrum og rafmagnslínum og annað. Sko, það er bara sumt sem við ráðum ekki við. En ég er eiginlega að fara fram hér á þessu fundi með þá umræðu að við stækkum umræðuna, sjáum þetta í heildarsamhengi, við erum eyja og við verðum að sjá þetta í heildarsamhengi að sumt ráðum við ekki í og þess vegna telja að þessi fræðsla sé mjög til góða. Ég til dæmis lítið sko virka í því að kannski banna innflutning á frauðplastmálum sem dæmi og flytja þessi í stað sko fleiri sko hundruð ekki þúsunda flatskjá inn á hverju ári þar sem frauðið er kannski í hverju sjónvarpi 1000 frauðmálplöst. Þannig að bara taka þetta út fyrir boxið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá er ekki fleiri á mælendaskrá. Það er því miður ekki hægt að biðja andsvör þegar að ræðunni er lokið. Því miður. Okkur hefur borist málsmeðferðartillaga. Það er að þessari tillögu verið vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera eru væntanlega engin. Og þetta er þá samþykkt einróma. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. En það er tillaga Önju Keitu Róbertsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts. Tillaga að börn á miðstigi og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur fái fræðslu þungunarrof. Gjörðu svo vel. Borgarstjóri, virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Þungunarrof hefur verið mikið í umræðunni í samfélaginu undanfarið. Árið 2019 voru lög samþykkt að einstaklingar með leg hafi rétt á þungunarrofi fram að 22. viku þungunar. Viðhorfs fólks í samfélaginu, þar á meðal stjórnmálafólks, hræddi okkur þar sem við teljum þungunarrof almenn mannréttindi.
Fáfræðin var mjög áberandi meðal annars á samfélagsmiðlum, í kommentakerfum og í okkar nær umhverfi. Einnig voru lög þungunarrof í Póllandi því miður hert sem var risastórt skref aftur á bak fyrir allan heiminn. Með þessari þróun og þeirri orðræðu sem hefur skapast í kringum þungunarrof gætu fleiri lönd bæst í hópinn og þess vegna mikilvægt að fræðast málefnið. Tillagan okkar að börn og unglingar á mið- og unglingastigi grunnskóla fái fræðslu þungunarrof eigi síður en veturinn 2022 til 2023. Í 17. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram með leyfi forseta að börn eiga rétt á því að sækja upplýsingar af internetinu úr sjónvarpi, útvarpi, tímaritum, bókum og öðrum miðlum. Fullorðnir eiga gæta þess að upplýsingarnar séu börnum ekki skaðlegar. Stjórnvöld eiga hvetja útgefendur og fjölmiðla til þess að deila upplýsingum með fjölbreyttum leiðum sem öll börn skilja. Fræðsla þungunarrof ótrúlega mikilvæg fyrir þennan aldurshóp þar sem fræðsla kemur í veg fyrir fáfræði. Okkur finnst fáfræðin allt og algeng og mikilvægt að grípa inn í snemma svo börn séu ekki mótuð með falsfréttum eða skoðunum eldra fólks. Þungunarrof mannréttindi og val hvers og eins einstaklings. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið máli sínu, ekki hafa neinn óskað eftir að veita andsvör, svo að við höldum áfram með mælendaskrá. Næst tekur þá til máls borgarfulltrúinn Ellen Jacqueline Kalmon. Gjörðu það svo vel. Forseti, borgarfulltrúar og kæru fulltrúar Reykjavíkuráðs ungmenna. Fyrst af öllu þá langar mig til að þakka ykkur öllum kærlega fyrir það málefnalegu tillögur sem hér hafa komið fram. Það mér bæði ljúft og skylt að fjalla tillögu sem Anja Keita Róbertsdóttir fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts flutti hér áðan nauðsyn þess að börn á miðstigi og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur fái fræðslu þungunarrof. Í greinagerðinni sem var lögð fram, þar var lögð áhersla á að þessi mikilvægt fyrir börn og unglinga þekkja réttindi sínir varða þungunarrof. Og ekki síst til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir hvert skal leita, en það liggur fyrir að manneskja standi frammi fyrir því að þurfa mögulega að taka slíka ákvörðun. Ný lög þungunarrof tóku gildi 1. september 2019, en það eru lögin þungunarrof 2019 nr. 43. Það var einmitt eins og Anja kom inn á í ræðu sinni, Anja fulltrúi ungmennaráðs kom inn á í ræðu sinni, það var mikil umræða þetta lagafrumvarp þegar það kom fram á sínum tíma og það var tekist á það bæði í þingsölum og í fjölmiðlum. Tóku þær mannréttindasamtök eins og Kvenréttindafélag Íslands meðal annars þátt í umræðu frumvarpi og veitti því umsögn. Kvenréttindafélagið vakti sérstaklega athygli á mikilvægi þess að ungt fólk sem ekki hefur náð lögaldri skuli hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama. Og samtökin þau lögðu áherslu á að það ætti að vera skýrt að ungt fólk sem ekki hefur náð lögaldri skuli hafa rétt til að rjúfa þungun og ekki þurfi þátttöku eða leyfi foreldra eða annarra forráðamanna. Og svo varð úr. En í 5. grein laganna segir, með leyfi forseta, heimilt að rjúfa þungun samkvæmt ákvæðum laga þessara hjá stúlku sem ólögráða fyrir æskusakir að hennar beiðni án samþykkis foreldra eða forráðamanna í tengslum við þungunarrof skal henni boðin fræðsla og ráðgjöf getnaðarvarnir. Tilvitnun lýkur. Nýju lögin voru mikilvæg til að undirstrika réttinn sem kona á til að ráða yfir eigin líkama. En einn stærsta breytingin og svo breyting sem olli hvað mestri umræðu var svo varðaði á hvaða tímapunkti þungunar mætti undirgangast þungunarrof. En mörkin voru rýmkuð, eins og ég sagði, og undirstrikuðu sem sagt óskorin rétt kvenna til að ráða yfir eigin líkama. En þarna að ræða 4. grein laganna og með leyfi forseta, kona sem óskar þess á rétt á að fá þungun sína rofna fram að lokum 22. viku þungunar og þungunarrof skal ætíð framkvæmt eins fljótt og auðið og helst fyrir lok 12. viku þungunar. Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins eða barnasáttmálans, eins og við þekkjum flest í daglegu tali, þá segir þar meðal annars í 24. grein 1. töluliðar með leyfi forseta að aðildarríkin viðurkenni rétt barns til að njóta besta heilsufars sem hægt að tryggja og aðstöðu til læknismeðferðar og endurhæfingar og aðildarríkin skulu kappkosta að tryggja að ekkert barn fari á mis við rétt sinn til að njóta slíkrar heilbrigðisþjónustu.
En það auðvitað mikilvægt að þungunarrof sé framkvæmt á heilbrigðisstarfsfólki og að ungmenni sem tekur ákvörðun að rjúfa þungun sé tryggður réttur til slíkrar heilbrigðisþjónustu. Ég tek heils hugar undir með ungmennaráði Breiðholt sem að það er mikilvægt að börn og ungmenni þekki rétt sinn varðar þungunarrof og hvert eigi að leita. Ég styð við innihald þessara tillögu og vil leggja til að henni verði vísað til meðferðar í starfshóps kynja- og hinsegin fræðslu, en sá starfshópur var skipaður af Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði og skóla- og frístundaráði, þar sem fjölmargir sérfræðingar í skólamálum, mannréttindamálum, kynfræðslu og kynja- og hinsegin fræðslu eiga sæti og þetta fólk brennur fyrir því að bæta þá viðlíka fræðslu og þá sem hér ræðir í skólum borgarinnar. Takk enn og aftur fyrir þessa tillögu og allar hinar aðgengi, að vinna gegn ofbeldi og sundið. Því það var svo sannarlega líka alltaf versti dagur vikunnar hjá mér, enda upplifði ég með alltaf bolluna í bekknum. Ég vonast til þess að við getum komið til móts við flesta tillögurnar ykkar, en það sem við mögulega getum ekki komið til móts við, mögulega vegna þess að forræðið liggur ekki hjá okkur, eða þess að hjá Reykjavíkurborg, heldur kannski hjá ríkinu eða annar staðar, þá bið ég ykkur, kæru fulltrúar ungmennaráðs, sem að gefast aldrei upp á því að berjast fyrir ykkar tillögum og haldið ótrauð áfram því að dropinn holar steinin. Ég vil líka bara þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma í þessa mikilvægu lýðræðisvinnu, fyrir að gefa ykkur tíma til að vinna betra samfélagi fyrir ykkur, fyrir börnin í borginni og fyrir okkur öll. Megi framtíðan ykkar vera bara sem björtust og gangi ykkur ávallt allt að sólu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, þá hefur einn fulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er ungmennaráðsfulltrúinn Bára Katrín Jóhannsdóttir. Gjörðu þið svo vel. Já, kæra borgarstjórn, ég vil ítreka mikilvægi þessara tillögu. Kom með í minni kynfræðslu í mínum skóla þegar ég spurði sérstaklega þungunarrof, hvernig fer það fram, hvar get ég nálgast það ef ég þyrfti á því að halda. Ég fékk að vita hvar ég geti nálgast það en svarið sem ég fékk var líkt og með stjórnmálafræðsluna, er það nokkuð við hæfi, ég veit nú ekki það mikið það. Þetta er svo gríðarlega mikilvægt og ég hvet ykkur eindregið til að gera það sem ég geti til að koma þessu inn í skólakerfið. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúinn lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ellen Jacqueline Kalmon. Gjörðu þið svo vel. Já, eins og ég segi, þakka enn og aftur þessa tillögu og ég trúi ekki öðru en að við komum til með að koma henni til framkvæmdar innan borgarinnar. Takk. Það hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvör. Næst tekur þá til máls borgarfulltrúinn Ásgerður Jóna Flosadóttir. Ágæti forseti, fulltrúar í ungmennaráði Reykjavíkur og borgarstjórn. Það er búið að vera mjög gleðilegt í dag að hlusta og upplifa allar þessar tillögur sem að þið hafið borið fram hér í dag og ég vil beina orðum mínu núna til hennar, held hún heiti Anja, ekki rétt hjá mér, sjá. Það er hún Anja Keita Róbertsdóttir sem er fulltrúi ungmennaráðsins í Breiðholti. Það sem að tillagan fjallar er að þetta er sem sagt tillaga það að börn á miðstigi og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur fái að fræðast þungunarrof. Þau leggja til að borgarstjórn samþykkja félagsskóla- og frístundaráði að sjá til þess að börn og unglingar á unglingastigi í grunnskóla Reykjavíkur fá fræðslu þungunarrof eigi síðar en veturinn 22 til 2023. Þetta er mjög áhugaverð og athyglisverð tillaga því að eins og flestir vita að þá er kynlíf bráðhollt. Og til að koma í veg fyrir að einstaklingur þurfi ekki að standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að ætla að fara
þungunarrof að þá er alltaf mikilvægt að muna eftir getnaðarvörnunum. Og það eru skiptaskoðanir þungunarrof í samfélaginu en þetta eru mannréttindi eins og hefur komið fram og þess vegna þarf að hafa í huga að þegar að stúlka eða einstaklingur með leg ákveður að fara í þungunarrof að þá þarf að fræða viðkomandi ákaflega vel og það segja mér konur sem hafa farið í þungunarrof, hafi farið í fóstureyðingar, að þegar að viðkomandi var ungur og var ekkert að hugsa framtíðina og hvurslags álag þetta yrði bæði andlegt og á margan annan hátt áhrif á viðkomandi, að þá er allt annað að taka ákvörðun þungunarrof segi ég, þegar þú ert kannski tvítugur, milli tvítugs, jafnvel 17 ára upp í 25 ára. Svo þegar að þú ert orðin eldri, hefur eignast einhver börn og þá liggur þetta alltaf á hjarta þínu að þú fórst í þungunarrof. Þess vegna segi ég að þessi tillaga er mjög mikilvæg vegna þess að hér í dag eru margar konur út í þjóðfélaginu sem eru með mikla sorg í hjarta að hafa farið í þetta, látið framkvæma þetta. En þá er ég ekkert að segja að fólk eigi ekki að hafa þetta tækifæri, því þetta eru mannréttindi fyrir konur og ég er alveg sammála því. En fræðslan þarf að vera góð þannig að þeir sem í framtíðinni hyggja á þungunarrof, þetta er svolítið mikið meira mál en að segja það, sko. Og getnaðarvarnir finnst mér þurfa virkilega að koma inn í þessa umræðu því að þungunarrof og getnaðarvarnir, þetta skiptir svo miklu máli að unga fólkið í dag að það gerir sig grein fyrir því að óábyrgt kynlíf getur olli því að viðkomandi þarf að standa frammi fyrir þungunarrofi. En að öðru leyti þá er ég bara mjög ánægð með þetta, mjög ánægð að þetta kom frá Breiðholti og hverfinu mínu og ég bara tek enn og aftur undir það að þetta eru frábærar tillögur sem hafa komið hérna fram og margt sem að vekur svona okkur hérna til umhugsunar. Þannig að ég vil bara þakka innilega fyrir alla vinnuna sem að þið hafi gefið af ykkur í þetta verkefni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og hafa 5 fulltrúar óskað eftir að veita andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðar Reykjavíkur. Mér langar bara að segja það að það er algjörlega sjálfsagt að auka fræðslu þungunarrof í samfélaginu og mér finnst það bara, það er réttur hvers einstaklings að rjúfa meðgöngu ef hún er hafin án þess að til hennar hafi verið stofnað af einhverjum ásetningi. Hver og ein manneskja ræður yfir sínum líkama og það ætti í rauninni ekki að vera neitt þungbær ákvörðun að ákveða frekar heldur en að það er þungbær ákvörðun að stunda kynlíf. Það er yfirleitt fyrir okkur flest svona frekar jákvætt og við bara eigum ekki að reyna, við eigum bara ekki að setja þessar tilfinningar og þessar gömlu skuld og þessar umræður það sem er eitthvað svona gamaldags og löngu úrelt inn í þessa umræðu hér, finnst mér. Finnst bara frábært að fá umræðu þungunarrof. Ég held að ungt fólk þarf að því að halda vita meira þetta og það er engin skömm eða skuld sem að tengist í á nokkurn hátt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ásgerður Jóna Flósadóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta en ég skil ekki alveg hvað hún er að fara með að þetta sé eitthvað svo gamaldags.
Ég myndi gjarna vilja fá útskýring á því. En þess að það getur ekki talist vera gamaldags ef þú ert að velta því fyrir þér að einstaklingur sem fer í slíkan verknað eins og þungunarrof sem ég ekkert að mæla gegn. Sko, andlega líðan viðkomandi og þetta kemur ekkert við gömlum syndum. Þetta er bara ein hlið af málinu sem þarf virkilega að fræða fólkið Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir? Forseti og allir fulltrúar, það sem ég á við að hér góð tillaga frá ungmennaráðsfulltrúum í Breiðholti sem að vilja fá aukna fræðslu þungunarrof. Það finnst mjög góð tillaga og ég held að það þurfi ekkert að fræða þau nein gömul viðhorf það að fólk með leg megi ekki fara í þungunarrof því það sé vont og það sé ekki gott og ég held að það ekkert verið að biðja þá umræðu. Ég held að sé bara að biðja umræðu það hvernig maður nálgast slíkt og hvernig það fer fram og annars slíkt. Mér finnst bara fínt að halda umræðinu á þeim vettvangi og það var bara það sem ég var að menna. Ég ekkert að segja það er eflaust alls konar hvernig fólki líður þegar það þarf að taka það ákvörðun að fara í þungunarrof. En mér finnst það bara kannski partur af fræðslunni en alls ekki þörf að ræða hér en tillagan er góð og við skulum endilega ræða meira þungunarrof. Ég þekki fjölda fólk sem hefur farið í gegnum það og þeim líður flestum bara mjög vel. Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Ásgerður Jóna Flósadóttir? Já, ég er nú ekki sammála borgarfulltrúanum en hitt er annað mála að hún talaði að þetta væri eitthvað gamalt og já, eitthvað eldgamalt. Það er bara ekkert rétt. Auðvitað er það fullt af konum og margir einstaklingar sem að fara í þungunarrof. Ég er bara að tala þegar að framtíðin er fyrir framan fólkið og það fer að þjást af þessu. Það er ekki það að ég sé að vera neikvæð gagnvart þessari tillögu því ég fagna tillögunni. En það hlýtur að vera í lagi að nefna það að það er verið að tala fræðslu og þessi fræðsla, þessi ángi sem að ég byrja að tala hér að það skiptir bara miklu máli líka. En ég fagna þessari tillögu svo innilega. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvar, ungmennaráðsfulltrúinn Elísabet Lára Gunnarsdóttir? Já, kæra borgarstjórn og virðulega forseti og aðra gestir. Já, ég ætla bara að segja mér þetta stórkostlega tillaga og já, mér finnst líka eins og ég man ekki alveg hver var að tala þetta en mér finnst líka mjög mikilvægt að bara yfir allt bæta mjög mikið upp kynfræðslu í grunnskólum sem ég myndi að eitthvað sé í gangi með það sem er bara æðislegt en ég held að það sé bara mjög mikilvægt að auka fræðslu. Ég held að það sé aldrei hægt að hafa of mikið kynfræðslu. Mér finnst það bara þetta er stór partur af lífinu og mér finnst bara mjög mikilvægt að koma fóstureyðingum inn í þessa umræðu. Takk fyrir. Já, þá hefur ungmennaráðsfulltrúinn lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar ungmennaráðsfulltrúinn Bára Katrín Jóhannsdóttir? Sæl, kæra borgarstjórn og aðrir fundargestir. Enn og aftur vil ég ítreka mikilvægi þessara tillögu og ásamt fræðslu þungunarrof og framkvæmd þess, eða hennar, þá þykir mér mikilvægt að í þessari fræðslu myndi koma fram að í fræðslunum myndi verið að fjalla einnig þessar hálfgerðu legar sem hafa oft komið upp í umræðinu varðandi þungunarrof, þar sem þeir einstaklingar sem eru á móti þungunarrofi tala hvernig líf hefst við gjörning og allt slíkt að í þessari fræðslu verði farið yfir vísindin bak við þetta og einmitt tala mikilvægi þungunarrofs í heilbrigðiskerfinu. Takk fyrir. Ungmennaráðsfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst veitir þá andsvar borgarstjóri Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti,
Ég sá mig knúna til þess að koma hér upp, til þess að tryggja það að þau skilaboð kæmust til fulltrúa í Ungmennaráði Reykjavíkur að svona 18. aldar hugmyndafræði á sér ekki neina grasrót hér í borgarstjórnum og hjá örfáum aðilum. Hér erum við komin með pólitíkina beint upp á borði, það eru ólík sjónarhorn, en langstærstur hluti borgarfulltrúa og þeirra ákvarðana sem við höfum tekið í gegnum tíðina grundvallast alls ekki á svona gömlum kreddum, verð ég að fá að segja. Ég fagna þessari tillögu. Ég er eiginlega hálf slegin yfir því að hafa setið hérna undir einhverju sem ég hélt að hefði mögulega gerst 1960, 1970, ég er sjálf frá 80 kynslóðinni og ég hef bara ekki heyrt svona svakalega lengi. Kannski er það bara hollt og hressandi að það komi hér upp á yfirborðið, en ég get alveg fullvissað ykkur það að svona hugsar ekki öll borgarstjórn, eiginlega bara örfáir. Áfram gakk. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Ásgerður Jóna Flosadóttir. Það er mjög sárt að heyra þetta hjá þessari frábæru konu sem er hér borgarfulltrúi og eitthvað mikið meira. Að tala 18. aldar hugmyndafræði eða skoðanir er náttúrulega bara alveg fáránlegt og ég bara skil ekki hvað þú átt við með þessu. Þetta eru málefni sem verða rætt árið 2000, árið 2030 og miklu lengra fram í framtíðina. Þannig að ég hafna þessum orðum þínum og bara mér þykir leitt að þú hafir þessa skoðun og ég harma hana, en ég þakka fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar ungmennaráðsfulltrúin Embla María Möller Atladóttir. Forseti, aðrir gestir. Það sem borgarfulltrúi talaði áðan var getnaðarvarnir. Ég er bara mjög sammála því að það þarf að vera betra aðgengi að getnaðarvörnum úr því að maður er kannski stressaður að fara út í búð og kaupa sér smokka eða biðja foreldrum pilluna eða eitthvað þannig. Þannig að það auka aðgengi að getnaðarvörnum getur svo mikið komið í veg fyrir eitthvað svona slys gerist. En mér finnst líka að í fræðslunni við fóstureyðingu þá ætti náttúrulega að tala alla þætti sem væri framkvæmd og líka það sem gerist eftir á. Og það getur fylgt því mismunandi tilfinningar hjá mismunandi fólki sem með leg, hvernig þeim líður eftir fóstureyðingar. Ég hef heyrt sögur að þau eru leið eftir það, ég hef heyrt að þau eru fegin. Það fer allt bara eftir manneskjunni. Það er ekkert fullvíst að maður verður ótrúlega glaður eða fullvíst að maður verður ótrúlega leiður eftir það. Þannig að það mun bara þurfa að tala allt. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúin lokið við að veita andsvar og ekki hafa fleiri óskað eftir að veita andsvör við þessari ræðu og er þá mælendaskrá tæmd. Okkur hefur borist málsmeðferðartillaga sem er að þessari tillögu verið vísað til sameiginlegs starfshóps skóla- og frístundasviðs og skóla- og frístundaráðs og mannréttinda- og nýsköpunar- og lýðræðisráðs kynja- og hinseginfræðslu. Og þau sem eru samþykk þeirri tillögu gefið þess merki. Og þau sem móti kunna vera eru væntanlega engin og tillagan er því samþykkt einróma. Þá er í rauninni ekki fleira á fundinum í dag, en ég ætlaði að leyfa borgarstjóra, eða réttar staðgengli borgarstjóra, að lesa nokkur orð fyrir okkur, segja nokkur orð við okkur áður en að við förum í og fáum okkur veitingar aðeins fyrir framann. Takk. Gjörðu svo vel. Forseti, ég skal lofa ekki löng ekki að taka af ykkur veitingarnar. Þið eruð alveg með þetta, er ekki föstudagur í ykkur? Já, ég stundum syngi hérna í borgarstjórn, en stundum er ég líka púið niður, sko, en bara frábært og kærar þakkir fyrir ótrúlega góðar tillögur og það var mjög hressandi og líka nærandi fyrir okkur sem erum hérna alla daga að ofta rífast skipulagsmál og flugvöllin og borgarlínuna og strætó og einhver
fjármál, borgin á hausnum, segja sumir, hún gjaldþrota, segja aðrir við sem hún í góðum málum. Mjög. Og hér komið þið með frábærar tillögur sem snúa aðgengismálum, kynfrelsismálum, ofbeldismálum sem eru risamál. Þið, já, og ég var ekki byrjuð á upptalningunni Líf. Þið eru að tala þátttöku, hvernig þið lærið meira í stjórnmálunum. Þið eru búin að fá að sjá smávegis af stjórnmálum hér í dag og það líka bara gott. Því að þessi borgarstjórnarfundur á ekki að vera neitt sýndarveruleiki. Við erum alls ekkert alltaf sammála og þið hafið þurft og munið þurfa að færa rök fyrir ykkar málum í framtíðinni. Haldið þið áfram. Þá frábært að þið skilduð taka svona mikið þátt með andsvörum. Af því þá fáum við líka ekki bara að heyra ræðurnar sem við komum með undirbúin. Við höfum líka fengið að sjá ykkur í aksjón, takandi af skarið og segjandi ykkar skoðanir og standandi fyrir ykkar máli. Það er hollt. Það er hollt fyrir okkur hérna inni. Við erum oft ósammála eins og ég hef sagt ykkur, en við erum fínir vinir þegar við fáum okkur kaffi, af því að það er ekkert gaman að það séu allir sammála. Og það er heldur ekkert gaman að við séum öll eins. Við fengum hérna brýningu í dag með Fossvogsskóla og mér langar að segja takk fyrir það. Ég vil fullvissa ykkur það að við höfum ætíð tekið mál Fossvogsskóla alvarlega. Þetta er mjög flókið og erfitt mál og við erum algjörlega með það í fanginu. Takk fyrir að brýna okkur með það. Ekki láta ykkur dett í hug að við séum búin að gleyma umhverfismálunum og takk líka fyrir að brýna okkur með það. Þegar við vorum hérna 2018 í kosningum síðast, þetta fólk hérna sem var það í framboði, þá var ekki mjög mikið talað loftslagsmálin eins og það er í dag. En einmitt föstudagsverkföllin og brýning bæði alþjóðlega og hér innanlands hefur gert það að verkum að þessi mál í algjörum forgrunni hjá okkur. Og við ætlum ekki að gefa þau neitt að bátinn, en ekki hætta að brýna okkur með þau. Haldið þið áfram að vera ýtin og þrýstin og hafa hátt og taka pláss. Það er nóg pláss fyrir alla. Ekki gleyma því. Ef þið hafið áhuga á borgarstjórn hins vegar, þá langar mig að segja ykkur að á næsta þriðjudag er borgarstjórnarfundur. Hann í beinni útsendingu. Þar eru nokkur mál sem við ætlum að ræða. Við ætlum meðal annars að ræða sorpmál, gæju, moltu. Við ætlum að ræða nýja velferðarstefnu og við ætlum að ræða nýja hjólreiðaáætlun. En með minni rétt þá ætlum við líka að ræða strætó. Nú ég svona rétt að reyna að rifja upp hvað við ætlum að ræða hérna á þriðjudaginn. Breytingar á skólaþjónustunni. Breytingar á skólaþjónustunni. Við erum að fara að ræða fullt af stórum málum hérna á þriðjudaginn. Þannig ég hvet ykkur til þess að fylgjast með og ég ætlast ekki til þess að þið fylgjast með öllum borgarstjórnarfundum. En þá sjáið þið pólitíkina í aksjón og mál sem að þið mögulega brennir fyrir. Þannig að innilega til hamingju með 20. fund Ungmennaráðs Reykjavíkur. Þið stóðu ykkur frábærlega í dag. Borgarfulltrúar kærar þakkir fyrir. Það er föstudags eftirmiddagur. Ég held að sé ykkur veitingar hérna frammi, en forseti mun samt sem áður að klára þetta. Ekki hlaupa út strax. Takk fyrir. Já, þakka þið fyrir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarstjóri. Ég tek bara undir það sem hún sagði. Þetta er búin að vera virkilega góður fundur, virkilega gaman að fá okkur. Ég vona að þið hafið lært eitthvað af þessu. Ég vona að, hvað segir maður, þó að ég hafi stundum þurft að vera pínu ströng með klukkuna og fundarsköp og eitthvað svoleiðis, þá er það líka bara hluti af hvernig þetta ferli er og hvernig er að vera í borgarstjórn. Stundum þarf maður bara, ég er pírati, ég er ekkert í náttúru minni eitthvað brjálæðislega kerfislæg, en maður þarf stundum bara að vinna vinnuna sína, sko. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma og förum bara fram og fáum ykkur smá veitingar og spjöllum aðeins saman. Og ég segi bara, þá er ekki fleira á fundinum í dag og góða stundir.